ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Akkur safnar ekki sítt aftan? Akkur tekur ekki möllet? Akkur tekur ekki Tiger King á þetta? Ég var eins og með lubba með sítt. Já, bara fórið fárlega vel. Hvað er langt síðan að leiði svona langt á milli og fórst í klippingu? Ég er verið 9 ára. 9 ára? Ég er búin að vera á tveggjarni fresti á Europa bara í núna í 20 ár sko. Nei, ég veist ekki búin að vera að tekja hérna frest í 20 ár sko. Hann hefur sagt þetta áður. Þið tala, hann sest í stólinn og hann segir honum allt. Þeir skiptast á leyndamáli. Cirka 18-19 ára mætti ég í Carter í fyrsta skipti til Europa. Ég er bara ekki farið síðan. Ertu með þig á svona stofu það? Já, ég fann að halda það allavega. En við erum með veislu fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Við vöknum eldsnemma í morgun og tókum upp 2 klefa. Já. Og annar klefa, eiginlega báðir, þó ég segi sjálfur frá, eru bara nokkuð skemmtilegir sko. Pappin er að selja hlaupabretti. Já, sko, pappi á Brask og Brand. Hann gerði, ég náttúrulega vissi ekki það. Ég var bara að sá að það poppa upp á Facebook hjá mér að pappi var að selja hlaupabretta á Brask og Brand og urðum að hringja hann. Já, heldur pappin svona, er hann búin að vera nota hlaupabretti? Nei, bara aldrei. Nei. Ég held að hann hafi einhvern tímann bara litið í speil og fengið smá svona nett ógeða sjálfur sér, keitt sér hlaupabretti fyrir fullt af pening og ég held að hann hafi stíð á einu sinni. Við erum báðir svona, ég og pappi, við erum svo miklu öfgamenn. Við böknum og tökum einhverja ákvörðun og förum alla leiðið í. Svo sjáum við þetta. Já, hann að ég hringdi og þóttist alltaf að kaupa af honum hlaupabrettið. Hann að ekki missa því. Hann er lélegasti sölumæður allar tíma. Ég get alveg bara sagt hlustandi það. Ég get bara sagt þér að hér og nú pappin er ekki að fara að selja þetta brettið. Nei. Það er bara staðfest. 100%. Svo erum við með annan klefa þar sem við fórum í að láta skella á sig og að keppni hver væri á undan að láta skella á sig og það hefur ekki verið lengi. Og það var mjög skemmtilegt. Af hverju þessi dagskráli er búin að vera á pásu svo lengi? Þetta var eiginlega bara að skemmtla sig í gær. Já, þurfum taka eiginlega með inn í hann þarf að vera með í þessum. Já, ert að grínast, þetta er bara, þú veist. Þetta er ekki flókið. Nei, og sérstaklega ekki þegar maður fattaði, sko, þú veist, ef þú ætlar að skella á þeim samt og ekki. Þú verður að vera það. Það er ekki skella sig án þess að vera dónalegur. Nei, menn, ef þú hring, nei, það er bara einrækning. Þú mátt ekki segja skellt á mig. Þú mátt ekki segja. Já, pungur, við fórum beint í þetta. Pungur eitthvað geðið tónalegt? Nei, við fórum beint í pungu, skítu og ræpu og hristing og allt þetta. Við vildum bara láta skella á okkur og ég get lofaði því og hlustendum að nafnið sem við drófum í dag var Sigurður. Við hringdum í 2 Sigga og þeir héngu á helvitis línu. Það var orðið óþægilegt. Svo erum við með Fellow Kids, við glemtum því í síðustu viku. How do you do, Fellow Kids? Já, ég er með svo góða spurningar dagstrákar. Ég er mjög spenntur að sjá hvor ykkar er meira á tánum í dag. Já, ég fíla það. Ég er lélugur í því. Ég er ekki á tánum. Nú ætlum ég að fara hérna að kíkja rölt yfir á máminn Gunnleif Gunnleifsson og það er mikið að grislingu þar. Ég ætla að fara núna í vikunni. Ég ætla bara að fá allar það frasa og vera með upp á 10. En ég veit bara það, unga kynslóðin í dag, hún er að míga ísi og hlátri að hlusta á 2 risaðalur eins og ykkur reyna að gíska áslag. Ég er 4 árum yngri þig. Ég er með puttarpúlsum og mun deyja langt undan því að þú ert alltaf, mannstöru fórum í tjekkjaðan upp á hjartadæminu. Nei, hvað var það aftur? Já, þú ert bara byggður. Það var því ég reykti. Þú ert byggður og með lungu og hjarta og við 70 mann. Það var því ég reykti. Nei, hann má ekki gleyma því Auðun Blöndal. Ég reykti 2 pakka af Salem Lights á dag í 15 ár. Það mun háður. Ég er hættur. Já, menn segja lungun á mér séu bara eins og nýfættu barni, sko. Ég er bara Takk fyrir Gulla Máðinn Gölsterinn. Ég veit hann er að hlusta. Besti markmaður Íslands frá upphæð. Takk fyrir hlustun. Ég nú sé þann mann reykja sígarettu ykkur stáð og baka ykkur gám ykkur stáð. Já, það kemur ekkert óvart, þannig nú gert verri hlut en það. Svo erum við með sturla staðreyndir. Við erum með, spurðukeppni Gilsarhals. Já, það er Veistu hvað það er, Steindi? Sástu það hjá Brynstad? Nei, hvað er nú? Við erum búin með að klára alla sundlaugarnar, sko. Ekki baðvara rugl. Nei, það er King of Jesus nú. King of Jesus, já, ok. Wow, þið haldið alltaf að það sé svo viðkvæmt fyrir mér. Það er ekki aðri. Nei, bara þú veist. Ég hef aldrei talað illum Jay-Z á þessari vaktir. Þekkja flest allir Jay-Z. Já. Hver er the king of Jesus? Já, það er bara frábæra bókmyndir. Ég hlýt að vera líklegri því að það er nú einn við borðið sem hatar hann. Já, nei, það er bara ekki rétt. Það hatar enginn Jay-Z hérna. Sko, eðlilegstu favorite. En ég ætla ekki útilega að Steindi verði Dark Horse í dag. Já. Var dóttiðin fermtur í dóttiðina? Hvað meinur þú? Dóttir minni 5 ára? Já, ég ætla að skýrður að láta það að segja. Sko rugglaður það. Veist alveg konu gömul. Það er ekki bara að ferma það. Það er ekkert að ferma. Það er að fara að klína því. Það er að fara að klína því á okkar Jay-Z er heit að ég sé ekki búin að ferma. Ég ætla að segja að skýra. Nei. Þú veist að hún fær mikið free shit og fermir hana, sko. Hún mun líklega afneita þær og fermir hana ekki. Hvað meinur? Hún verður 13 ára gömul. Hún tekur bara ákvörðun það sjálf. Já, hún verður að fermast. Já, hún tekur bara ákvörðun það sjálf. Hvað rugl er þetta?
Hvað heldur að við segjum eitthvað Jay-Z heit á heimilinu? Ertu að segja mér þetta beinu útsendingu 1. maí og ætlar ekki að ferma stelpuna? Og ætlar að láta alla bara vera að kaupa sér eitthvað flotta hluti og ekki hún? Ertu að tala um eftir bara 8 ár? 7 ár, já. Já, hún bara ræði því að sjálfsögðu. Þetta er eins og þú veist, þetta er eins og þegar ég var að fermast. Ég femtist. Já, sjálfsögðu. Já. Femtistu fyrir peninginu eða femtistu fyrir trúna? Hefurðu lesið bókina sem þú trúur á? Trúna. Hefurðu lesið bókina? Þetta er allt trúin hjá mér. Og þú hefur ekki lesið hana? Á hvað trúur þá? Ég gaf kirkjunni peningin. Ég hef víst oft búin að lesa Biblíun. Þú er átt á því að ég hef sungið lag sem er frumsamið í Philadelphia. Þetta segir mér að þú, Jesús almáttu, hvað ert að segja þetta í beinni útsendingu? Ég samti lag þegar ég var 6 ára sem ég hver er svo besti og söng það í Philadelphia-safniðinum. Ánveli blöðu feifur í dag. Já, er það eðlilega. En ég er að segja, þú ert að segja núna með hreinni samvinsku við hlustendur að þú hefur ekkert að sest niður heima þér, hellt rauðvin í glas og flett 1000 blaðsina Biblíu og lesi hvert einast orðinni. Það er ekki bara ég sem segi það er talað um þessi besta bók allra tíma sko. Þú mætti kannski aðeins að fara að lesa hana. Var það? Frábær. Það er ekki. Hvernig endar hún? Hlutum í þessu. Hún endar vel, annað en líf þitt. Já, þú veist ekkert hvort að tala um. En ég er ekki að ljúga. Ég hef oft lesið í Biblíu. En málið það, sko, ef þú ætlar að trúa á ég hef oft lesið í Biblíu. Já, mér finnst bara góð skilaboð líka. Þeir sem ætla að vera kristnir, sem er allt í góðu, by the way, endur að lesa því samt hvað þeir eru að trúa á. Það er minnst alltaf að þið vita. Þú veist, það er margt fallegt í Biblíunni þó þú trúir ekki, sko. Margt mjög fallegt og margt mjög ljótt og hræðilegt. Það er, veist það, hvernig hann getur ekki unni keppnina. Hann hatar hann það mikið að hann er byrjað að rakka niður og þáttur ekki byrjaði, sko. Ég meina, þú getur unnið örugglega King of Jay-Z Poser keppnina, maður sem hefur ekki lesið Biblíuna en er strang trúaður. Hvað meinar ég hef ekki lesið hann? Ég hef oft lesið í Hvernig endar Biblían? Hvernig endar hún? Það ert eitthvað ruggla. Hvernig endar Lalli Ljósastur? Ég er búin að lesa hana líka. Djöfullastu heimskuðum maður. Já, það er K.O. Jay-Z fæðin þetta. Nei, hvernig endar Lalli Ljósastur? Eða bók sem að þú lest? Ég hef ekki lesið hana. Nei, hvaða bók hefur þú lesið? Já, ég byrju, akkur þetta snúið sér svona? Af því að þú vilt meina að ég aldrei lesið í Biblíuna því ég veit ekki hvernig hún endar. Mér finnst merkilegt að lesa hana. Já, lesa hana. Ég þekki ekki margar sem hafa lesið Biblíuna. Nei, ég hef ekki lesið alla bókina. Þú veit alveg trúa þú lesir ekki alla bókina. Já, og svo trúur bara hinnu, köflunum. Þú þarft ekki að lesa alla Biblíuna. Nei, þú getur alveg trúa þú lesir ekki alla Biblíuna og veitir ekki hvernig það endar. Sammála. Stöðullin er núna, ég er búin að, að blöðvinni, King of Jesus 1,04. Já, 1,04. Steindivinni 3. Þannig að þetta er, já, þú veist, þú ert líklari. Svo erum við með líka kvortmöndru frekar, þú ert með kassið, Steindi. Ég er með kassið í dag. Já, og svo erum við með, þetta eru bara fasti liðir eins og venjulega. Það er veisla framöndan. Framöndan, kæru hlustendur, og ég er að spá að byrja þetta á sama lagi og við höfum byrjað síðustu þætti. Það er King Bubbi Mortens og Serbin. Aðeins að keyra þetta á staðina. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Það er þér að hlusta á FM 95 Blu í beinni útsendingu frá Keiluhöllin á þessum fínasta föstudegi. Það er, jú, er þetta ekki ágætis veður? Maður getur ekki kvartað við þessu svo sem. Jú, þetta er gott glugga við Já, það er skýjað í höfuðborginni. Og ég var að hugsa í vikunni og nú er ég búin að atvinnulegs í 5 vikur og verða atvinnulegs í Þú ert ekki atvinnulegs, þú ert að vinna í útvarpinu 5 vikur viðbót, já reyndar að sko, ég get alveg verið atvinnulegs lengur eða þetta verður svona áfram. Já, Sunshine og bara að fá gott veður. Já, það er alltaf Það er búin gott í vikunni, þetta er bara góð vika. Það er búin erfitt að kaupa mat á grillið í vikunni. Já. Það er búin mjög mikið vest. Skiljalega sé mikið atvinnulegs Spáni og svona stöð, þetta er mikið sunshine, ég hef enga áhuga að vinna þegar það er gott veður sko. Já, en við erum á leiðinni í slúður og ég er með ágætis pakka Því að eins og við komum inn á í síðasta þætti þá hefur slúðrið, það er búið að finnast aðeins að því að þessar stjörnur eru bara hangandi heima á sér í COVID og eru ekki að gera neitt af sér sko. Já, en það er samt ágætis slúður og ég ætla að byrja á Britney Spears og hún var að kveikja í heimaræktinni sinni. Hún er að stunda gimmið heima á sér í COVID eins og margir aðrir. Það er reyndar að leiðilegast sem gerir er að æfa heima á stíðagangum sko, djöfull er þetta dreðandi maður. Og hún setti svona kerti eitthvað, ég reyndar, Egill, nú ert þú engaþjálfari, hver æfir með kerti? Hún er kannski verið í ykkur jóka eða eitthvað, ég veit ekki. Já, þetta er bara líklega lygi. Það er engin með kerti í gimminu. Nei, en hún setti sem sagt upp ykkur kerti og fór svo úr gimminu sínu og þegar hún kom aftur þá kviknaði því en eldurinn náði sem betur fer ekki inn í húsi og það var eftir að slökkva þetta en gimmið er handónýtt heima hjá henni. Það er allt kolsvart og... Máli er að ég finn líkt af tryggingasvindlega þetta strax sko.
Yfirleitt gym bara eitthvað steipu gólf og eina sem Britney á eru peninga sko. Hann vantar bara vinu og fjölskyldu sko. Já, en ef þú horfir á samt sko með ferillin hennar, hann fór algjörlega niður bara onni í klósettið. Nei, hún með uppselda sýningu á Vegas 94 sem árið eitthvað. Þú veist, það er bara svo Elvis og fleiri. Já, þú veist, finnst þér botnin þegar menn eru konar á Vegas? Sko, málið er það, þú veist að öllum öðrum en Íslandingum finnst Vegas náttúrulega að vera viðbjóður. Vegas er svona Nei, það er bara ekki eins og talið inn. Það er bara sori á jörðu. En ég að segja bara, Vegas er endastöð. Já, hjá tónlistamennum hennar. Basically, þú veist, já, eins og uppistandarar, tónlistamenn, það er basically verið að veluna þig, þetta er svona heiðusdæmi fyrir góða allir bestu stand-up grínistar taka alltaf sýningar í Vegas. Er það? Bara heitustu, já. Ég veist að freka vera svona eins og í New York og... Já, og Vegas, þeir eru á túra og taka þær alltaf Vegas. Þannig er engin endastu hjá skemmtikraft. Nei, en ef þú ert svona þú rúllar bara, sko, hún er með sjó alla virka daga. Þú ert auglýstur á hótelinu minnaru. Já, þú veist, þá ertu komin... Silent Jón með hún endastu líka þá. Enda er hún, já, þú veist, þetta er rosalega fýtt penningur í þessu, en þetta er endastuð. Þú ferð ekki þaðan yfir að gera svo okkar snild, sko. Ég held að ég bara gerði það cash. Ég fór að skoða Instagram hjá Britney Spears eftir þessa söga þegar hún var að tala þetta á Instagraminu sínu. Ég hálf vorkinni Britney minni. Ég var svo skotin í hann á sínum tíma, ég kallaði hana Britney Blöndal og tók þáttmunu í keppninni hvort ég geti orðið kærastinn hennar. Kallaði hana Britney Blöndal? Þú ert fáru veiku krakki. Ég var ekki eins og krakki þá, ég var án tvítur að vinna í vurt fullorðið maður. Menn sem eignast spöttir eru tvítur, þá er ég bara að kalla ykkur að píu Britney Blöndal. Ég var alltaf rosalega skotin í henni. En hefur þið farið í samkvæmningu einhvern tíma? Nei, ég veit alveg hvað er annir hann. Þú kallaði hana Britney Blöndal. Og þú veist, en það alltaf var ekki, gæti ekki stólkaðar það var ekki social media. Nei, en ég tók þátt í keppni á netinu. Var ég ekki búin að segja ykkur það? Ég tók þátt í keppninni hvort ég geti orðið góðu kærasti hennar. Hvernig býtu, er það bara svona Facebook-könnun eða? Já, það var ekki eins og komið Facebook þá. Það var alveg hræðilegt sko, sem betur fyrir að það ekki til neins þar. En já, eins og ég segi, ég er hálf vorkinni. Pappi, hún er ekki eins og sjálfstæð, hún er náttúrulega að glíma bara við eitthvað andleg veikindi sem er ég skil ekki, hvernig fór þetta aftur hjá henni? Hún var náttúrulega bara upp á sitt besta. Alltaf bara eitthvað, þetta var bara Britney, hún átti þetta. Já, svo bara síðan snóða hún sig. Fjölmiðla bara eyðilega neðilegt. Já, svo var hún eitthvað á pjöllunni og svo fór hún að snóða sig. Var hún á pjöllunni? Á hvað síðu fannstu það? Nei, það var hún var snóðið á pjöllunni. Nei, það var út allt, munið ekki eftir því? Nei, ég maður bara snóðið með regli var ást á bíl. Nei, það var ekki á skrítnum síðum, það var íslenskum fréttasíðum. Þetta verður ekki verið Britney eins og þú sást alltaf á pjölunni. Hvað meinar þú? Mannstu ekki eftir þessu? Nei, það er mikið fake klámi. Þú mátt ekki láta gabbast. Nei, strákar, þetta var ekki þannig. Þetta var meira bara, þú veist, hún var einhver staðar á pjölunni. Svo var hún snóðuð. Ég get svo svarið. Svo mætt hún til Vegas. Akkur mann ég geti því. Þú mútti mun eftir því hún hefur gangað. Já, þegar þú varst byrjað að kalla hana Britney Blöndal og mannstu ekki eftir þessu. Þú ætti að vera. Ég ætla að googla þetta. Þú hefur verið með eitthvað skrítið. Ég ætla að finna þetta. En herðu, næsta slúður, það er eitthvað fyrir þykilsi. Hann hefur ekki verið oft í slúðrunu. Tom Cruise. Já, býttu, hvað með hann? Ég er aðdáandi. Já, sko, leikarinn Rob Lowe, hann var í viðtalið að svona podcasti á döguna sem hann var að fara yfir feril sinn og hann vildi meina að Tom Cruise hefði verið komið stjörnustælar 18 ára gamall áður en hann lék í, hann var ekki búinn að leika í neinni stóri bíómynd. Já. En hann er Tom Cruise. Já, og hann var líka 18 ára þannig. Og Rob Lowe sagði að hann vissi strax bara þessi he's going places. Hann sá bara attitútið hans og allt rugli og eins og hann segir hér, hann er nú staðið undir þessu öllu en hann sko neitaði að vera með Rob Lowe í herbyggi þegar voru að auditiona fyrir einhverja bíómynd og það voru allir leikarnir saman í herbyggi nema Tom Cruise, hann neitaði því 18 ára. Það er svoleiðis. Já, hann kom í stjörnustælakallin. Hann líka, það má ekki horfa í andlitið á honum á setti. Á Tom Cruise? Það er ljósamaður. Já. Og félagið með sagði Ég er svona leiðin. Félagið með þessi vinnur á bíómyndum. Að félagið að vinna með honum? Já. Nefnum ekki nöfn. Og hann var að vinna með Tom Cruise. Það var bara tekið, það má ekki horfa í augun á honum. Ef þú horfir í augun á honum, þá ertu mjög líklega fired. Þannig að hann er að labba framhjáður og gefa honum eye contact. Þá bara hörðu þessi ljósamaður hann. Getur þú sagt mér, nú ert þú mikill Tom Cruise maður. Hvað græðir hann á því? Málega þetta er Tom Cruise. Já. Ég áttum á því, við erum að tala Ég myndi banna fólki á horfa í augun á mér ég væri Tom Cruise. Ef hann er komið til Íslands að skjóta eitthvað. Þetta okkur mátt ekki horfa í augun á hann. Hefur þú séð Top Gun? Nei, hann ennir bara ekki eitthvað 20 strákur í gravaroltinu sem að stara á sig. Ég skil þetta bara vel, hann er bara mættur til að vinna hérna og... Hefur þú séð, það var allir séð Top Gun. Það er ekkert eðlilega góð mynd. Herru, loka slúrið, það er að Justin Bieber. Þetta er nú eitthvað fyrir þig Steindi.
Veistu hvað Bieberinn var að segja? Ég get lofa því, hvað hann komin í hörðefni eða bara Nei. kom diet efnin? En ég hugsaði strax til þín þegar ég las þetta. Bieberinn segist drekka meira í lockdown eða COVID-einangrun. Já, sjálfsögðu. Það er svo allir. Já, hann drekkur mun meira af bjór og rauðvíni. Hann er nú ekkert í sterkar efnum með það, Steindi. Hann er bara í bjór og rauðvíni eins og við. Það ertu ekki að drekka hálfa flösku á kvöldis, er það ekki? Reynda að finna fíkil, fyrirhandi fíkil og geða hann bjór og sjáðu hvort hann verið komin í harðar efni eftir viku. Hefnilega, hann er búin að vera í bjórnum heilengi núna. Já, allt og lengi og þess vegna vita Þetta segir mig það, ef þú ert búin að fyrir meðferð og þú getur ekki bara, nei, hann fór ekkert í meðferð Hætt hann bara. Sko, ég get alveg lofað því nei, ok, ég get ekki lofað því en þú veist, mér finnst líklegt að ef þú ert í fíknefnum og ert fíkill og búin að taka það og fara í meðferð og snúa Hann fór ekki í meðferð. þá held ég að það sé ekki sniðugt að byrja að drekka bjóra og svona, þú veist alveg hvernig þessi ræða er, þetta byrjar einhvern veginn, ég ætla bara að drekka bjór í útlöndum, herru, ég ætla bara að drekka bjór á laugadögum, svo ertu bara að fara að drekka bjóra alla dagvíkunar og svo ertu bara að ringa ykkur símtöl og hitta fólk í húsasundum, veistu hvert er að fara? Þetta er bara, þú veist, það er ekki svo, Þú hefur áhyggjur af við erum ekki að finna upp hjóli hérna, þetta er bara, auðvitað höfum við áhyggjur af hann, stórar áhyggjur, ég hef alltaf verið Egil hefur eitthvað engar áhyggjur af Bieber sín. ég er mikill Bieber maður. Nei, veist, hann er bara Jesú maður og Já, sem ég veist að loksins börnum að finna sér þetta. Það var svo þungur alltaf. Já, ég held hann líka. Hann er svo giftur og hamingjusamur og við skulum enda þetta á góðum. og sorglegt í þessu öllu saman hvað Jay-Z sneri baki við honum. Hann er komin inn í The Baldwin family. Já, það er enda rándýrt. Hvaða fjölskyldu myndur þú vera í? Ef þú mætti velja hvaða fjölskyldum sem er í heiminum The Baldwins. Já. Þú færir þanga. Ímyndaði matabóð. Ég er sammála. Alec Baldwin er að hendi steikina og út fram með spjallu við Daniel Baldwin og Stephen Baldwin og Stephen William Baldwin Baldwin. mæti líka. Þú myndir ekki henda í The Rockefeller family. Þú færir bara beint í Baldwin. Alltaf, Shit, hvað matabóðin eru skemmtileg hjá The Baldwins. Ég var alltaf búin að gefa þeim hvað, ég gaf þeim ár. Þannig að Það er löngu komið. Nei, ég var alltaf að tala í janúar næsta ári. Þá náttúrulega held ég matabóðin hjá Baldwin svolítið, úr sögunni. Þetta var slúðupakki dagsins, hann var nú ágættur með eitthvað lítið í gangi. Hér eftir smástund heyrið þegar ég reyndi að kaupa hlaupabretti af pappan Steinda sem hann var að auglýsa á Brask og Brall, spurningkeppni Gilsarans og fleira en við skuldum auglýsingar. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Það held ég Frikki Dór og Aron Kahn hér í FM 95 Blö. Við höldum áfram að spila bara íslenska tónlist í samkomubanni. Og talandi samkomubanna þá léttist nú aðeins á því núna 4. Mæ eða mánudaginn og við erum í beinni útsendingu hérna í Keiluhöllinni. Og það verður fyrsta sinn sem að það verður hægt fyrir bara slata fólki að fara í Keilu og þetta verða 3 hólfi hérna 4 hólf í Keiluhöllinni, þannig að komast 200 manns hérna frá og með mánudaginn. Það er þetta að vera með 50 hér, 50 þarna, 50 þarna og 50 þarna. Það er rosalegt. Já, þannig að þetta er svona aðeins að fara af stað hérna í Keiluhöllinni. Það er sponsorum okkar. Bara sé ekki og getur fara að opna. Já, hversu mikið veistlega það geta að fara aftur í Keilu? Djúið saknaði að fara í Keilu maður. Ég var aðeins að rannsaka The Baldwin family. Já, hvað sagðirðu? Hvað er Stephen Baldwin með? Menn eru að rífast þú veist, hver er heitasti The Baldwin. Ef við förum að sér Instagram sem er svona the currency. Það er náttúrulega einn annan sem er yfirbyrða loser. Sko, Er það? Hvað heitir hann náttúrulega? Alec Baldwin. Hann er snillingur í dyrkan. Vinsalastur á Instagram með 1,6 M. Já, geggjar í Thirsty Rock. Og hann er með geggjaða myndir að sér að Geggjar í Friends líka. Er hann ekki með besta gestalhutverki í Friends eða? Já, veist, ok, síðan í öðru sæti. Öðru sæti. Hver er alltaf sér öðru sæti? Stephen Baldwin. Ránt, William Baldwin. Ég held að sem er að koma honum í annarsæti er Sliver sena með Sharon Stone hann við súluna. Men hann hefur bara ekki gert neitt síðan. Er að koma honum hann held í annarsæti. Síðan Stephen Baldwin með 91K. Það er það tótt að bæja og bara. Sko William Baldwin 109K. Þeir eru tæpir. En Daniel. Já, það er auðmingin þarna. Nei, hitt auðmingin, toppmaður. Hann er með 10K. Er hann með 10.000? 10,2. Hann er með minna en við. Hann er nýbúin að geta sett swipe-up-link bara fyrir viku síðan. Þetta fengi eitthvað með sér á jammi til að ég er bara að hendi follow. Hendi follow? En þú getur bara að tala við hann á einhvað vini. Í hverju var hann eftir? Daniel Baldwin, hann bleið ekki hellinga Nei, ég man ekki eftir einni mynd með hann. Hann er svona skemmta epli. Hann er alveg, þú veist, náttúrulega lítur nákvæmlega út og allir aðeir hann, sko. Já, hann er svolítið veðraðum. Það verða pirrandi fyrir Daniel, allir hinnir eru Hann er búin að vera einhver öðru en áfengi þessi. Hann er búin að sjúa helling á kóki þessi maður. Já, en Alec er á tóknum. Já, þetta er Alec eini alvöru Baldwin bróðurinn. Getur ekki að fylgjast meira með þeim á næstunni? Nei, ég er góður, sko. En það er komið að kortmætur frekar hér í FM 95 Blö og ég er með 3 spurningar. Þær eru bara, nokkuð góðar, þú veist sjálfur frá. Eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Já. Fyrsta spurning, hvort myndu þið frekar það leka af ykkur vídeo á netið þar sem að þið eru að eiga við sjálf ykkur annarkvort
bara í vesti eða bara Barnaníka Það er að tala vesti eins og Rikki á það? Nei, eða bara já, alveg sama hvernig vesti Já. Bara í vesti eða bara í gallajakka Úf, sko ef þetta er vestið þessu steindi var ég daginn þá getur það verið sued Já. Þú vilt ekki lendi því að ég er ekki að vera kærður fyrir hristing sko. Það er eitt að vera þessi vandrarlegt Ég held að það er alveg verður ekki á því. Þú hefur ekki mætt í vestilu eftir að hann gerði grínaði hann Egill Tókstu þetta eitthvað inn á það? Nei, ég er náttúrulega bara hérna einu sinni viku. Brendi vesti sko. En ég bara núna miðgudag hendi. Eigðilega Egill vestið fyrir þið? Alls ekki, en sko Ég ætla að fara bæði veg, könnunin á Instagram kom mjög vel út. Hún fór vel ekki? Já, vestin eru náttúrulega að koma mjög heit inn. En sko gallajakkin Ég hef aldrei verið vestin Gallajakkin er klassískur. Vestin er heit núna. Ok, við þurfum ekkert að hugsa að leki mynda eitthvað á neti, nei hérna leki vídeo á neti. Bara hvort myndið freka láta sjá ykkur nakta bara í vesti eða nakta í gallajakka? Bæði er rosalega vont. Já, þetta er allt ræðilegt. Það er aðeins svo mikill rembingur að vera allsbyr bara í gallajakka sko. Já. Þá þarf það að vera með ykkur reipan. Ég er samt ekki vestið perrleira. Jú, miklu. Ég skil ekki hvernig það tengja vesti við perra. Ég næði Og það ég var að horfa á daginn To Catch a Predator á YouTube sem að Henson Hvað varstu að horfa á það? Það er mjög gott Hvað varstu að horfa á? Og það kom einhverju pervertar inn sem búin að reyna við einhverjar 12 ára stelpur á netinu Ertu að horfa á Catch a Predator? Þetta er mjög gott TV Sér komaður inn og hvað þú að gera hann? Ég er ekki neitt sko Ég er að gera könnun Ég er hérna bara eitthvað, veist Og hvað var annað maður í vesti það? Já, það var allir í vesti Hvað er þú að gera hér? Ég er að gera könnun Þú hefur séð einn mann í vesti En hvernig varst að sjá Er þetta veiðivesti? Voru þetta veiðimenn? Sko vestið þitt var svona eins og eitthvað lagavesti. Vesti mitt? Já, það var svona til að vera með tangri og eitthvað. Ég strákaði þeim, þeir eru svo gamlir maður, þetta er bara ekki hægt. Var það rándýrt vestið það? Já, þetta var rándýrt vestið. Já, alveg merki og... Já, bara fasjón. En ég bara, eins og ég segi, ég er svo spenntur að henda ykkur í How do you do fellow kids og ekki. Þið þurfið aðeins að fá, þú veist, þeir eru alltaf einhverju... Verður þú sár... Þeir eru orðin svona jogginggamla kallar. Verður þú sár ef ég segja að vestið hans er ykkar flottar en vestið þitt? Nei, alls. Ég er stuðningsmaður vestis. Já, mér finnst það bæði rosalega vont. Þetta skiptir líka máli hvort ég verð bara barnaníka vesti. En þú það er rosalega að velja það eftir að raun yfir á núni kortir. Skáraður í vestinu. Ég hugsa þetta ekki gallajakka. Þú átt nú gallajakka líka. Já, það er erfiðar að púlla hann. Þá er það næsta. Sitjandi í flottum sófa sko þessi myndir er alltaf ógeðslega sko. Ekki fara að reyna að gera þetta sko. Ég óþægilega sitja sko Efrasaður í liðasofa Festi þetta Eru margir sem kæmust upp með að vera bara allsbyrðir í gallajakka? Það eru fáir í heiminum ekki Cristiano Ronaldo kannski Þú þarft að vera með svaðalegt undir til að púlla það sko. Já meina, ég hugsa ekki eins og út í það Þú fer beint í slátrið. Já, þú situr á slátrinu í gallajakka eða leðujakka. Þessi tveir jakkar þeir krefjast þess og þarf að vera vaksin eins og hestur. Já, en ég er spá sleppis það. Svo er það næsta. Hvort myndi frekar að þið maður er alltaf að horfa á þessa COVID-fundi? Það er svona síðasta COVID-spurningi minn. Það er það sem ég saknaði þegar COVID er búið. Ég elska þessa fundi. Já, ég á inn í 10. Ég ætla að horfa á, ég ætla að taka á hérna á marathon. Ég horfði á 2 fundi. Já, þá áttu slatt inni. Þetta er 54 eða eitthvað. Ég ætla ekki að segja hvað gerist. Er þetta veisla? Þetta er hrikalega skemmtilegt. Hvort myndi frekar fara á alvöru rall? Þá er ég að tala bara alvöru fyllir niður í bæ með Víði eða Þórólfi. Já sko hvor haldið þessi svona meiri þeir eru báðir frábærir let loose típa þeir eru báðir frábærir já, búin að standa sér vel þeir eru báðir tilnefningu sem Man of the Year færi ekki bara allir hópurinn líka já, þetta þrý ekki fá það nú en sko málið er að Þórólfur hann er fyllibetta gamla skólan sem ég hef rosalega gaman hvernig segir það? Það er sko út af ég veit hann elskar þjóðatíð hann er alltaf í hvítjöldunum overalli og hann er góð söngvar eins og við sáum í lagi já, reynda, maður sá það var hann ekki út lag? Hann er mikið heima með gítarinn en það er líka, þú mátt ekki gleyma því að helviti sterkt að detti það með löggu Víðir minnst við líka frábær en byrju, þú varst ekki með hana inn í þessu? Hvort myndur frekar, hún má alveg vera að það með ég held að Þórólfur, hann elskar í gítarinn vöggva sæðins og já, þú tekur Þórólf sko, mér finnst þér að kostur að vera með ég elskar þjóðatíð Þórólfur mér finnst þér að kostur að vera sko
Málega, það heldur gott að vera með lögin með þér þegar þú færðir. Það á að sleiki blöggur sko. Já, ég er svona 40 löggur í þjálfum pluss að nákvæmna minn að cup sko, ég er toppmálu löggur ég á það til að stíka upp að gera heldur aðstæðan hluti. Það er ekki að stressa þér, það er ekki að vera löggunum. Nei, þú veist, líka bara maður gerur ofta eitthvað, ég stali einu svona bát og ég hef oft verið vesen á mig. Það var bara í sumar eða ekki? Nei, ég var ekkert í sumar en ekkert alltaf langt síðan. Ég hugsa að ég myndi hafa löggu með mér. Sérsveiti kom hendi minn í gær sko, þú þekktu að báða sko. Hvað, varstu þið komin í vestið eða? Það eru alvöru vesti. Leitaðu gróðruglu. Heima hjá þér? Nei, sást ekki fréttir í gær. Herru, við förum bara í þriðju og síðustu spurninguna. Hvort myndu frekar vera alltaf graðir og reiðir eða alltaf graðir og sorgmætir þegar þið eruð graðir? Sko, ég hef aldrei tengt að vera svona reiður þegar maður er graður. Nei. Það er eitthvað sem ég bara Þú varst svo rosalega happy. Já, ég hef bara aldrei vitað að vera til nema fyrir neitt fór að tala. Ég held að bara flestinum og þú hafi orðið graður og reiður sko. Er það? Já. Hvernig þá? En graður og sorgmættur er rosalega vont. Það er það ekki, það er verra. Grenjandi. En hvernig er maður, þú veist, barnsleg spurning. Það er ekki eins og að vera Áttenga vin sem þú sér á dansskólinu og bara vá hvað Siggi graður og reiður núna. Þú veist, dansandi Hvað er fyrsta landið sem kemur upp í hugan hjá okkur? Ég get ekki sagt nafnið hans Jóngun að gera þetta? Ok, mögulega Jóngun að gera þetta. Hann er mjög graður og mjög reiður þegar hann er á gólfinu En hvað, þannig að er hann þá reiður út í sjálfan sig að vera graður? Hvernig er tengingin? Svo að bara fá síntal. Ég var að spyrja Jónguna Ertu reiður út í sjálfa eða þú ert svona graður? Nei, bara en hérna, það er alltaf miklu skára að vera graður og reiður en graður og sorgmættur. Já, ég skil. En þú hefur verið hvorugt? Hefur þú verið reiður og hefur þú verið graður og sorgmættur? Ég sko, þú veist, vera reiður bara tilfinningin að vera reiður og vera bara reiður bara út í eitthvað og graður, það ég held að mér finnst það skrýta að setja að gera bæði í einu sko. Já, það er bóttið takt. Ég held að flestir, þú eru upplegað að það er ekki eil. Jú. Ég skammast mér ekkert fyrir það, maður eru alveg verið þar. Ég held að það freka verið sorgmættur og graður og sorgmættur er rosalega vond kombo. Já, þetta var pínulegt. Já, ég er ekki með grænur fram að með það. Ég veit ekki hvað er næsta lag sko. Ég þarf eiginlega að láta Völu. Eru að vinna áfram með Æsland? Það er alltaf íslenskt. Vala, hvað eru við með? Herðu, Magni á móti sól. Wow, I got 2 words for you. Magnificent. Það held ég að við Steindi erum komnir inn í klefan núna Steindi og já, það er smá spennandi því að pappin ég hló svo mikið og sendið mér þetta pappin er að selja hlaupabretti sem er náttúrulega bara mjög fyndið út af fyrir sig sem fyrir ég þarf að syngja gemsan mínum í hann. Já, og málega er að sko hann keypti sér eitthvað hlaupabretti fyrir nokkrum árum og ég held hann hafi stíðað einu sinni. Já, og þú varst að sína mér hérna, hann er með myndin á Brask og Brall. Já. Þetta er alveg hræðileg mynd. Já, þetta er léleg mynd. Af brettinu. Já, þú sér ekki brettið, þú sér bara eitthvað tvo þurfa að taka. Já. Hann náttúrulega kann heldur ekki að taka mynd. Nei. Það meðst bara mjög merkild að hafa náð að setja þetta inn á Brask og Brall. Fórst þú ekki heim til hans í gær, ætlar einhver að hjálpa honum að gera betri myndir og eitthvað? Ég fór sko heim til hans og ég hjálpa honum að bera hlaupahjólið hlaupabretti niður á gólf. Já, ok. En síðan fór hann bara og tók mynd og hann tók þessa mynd sem er ótrúlega mynd, já. Herðu, ok, ég er búinn að sko þú varst að segja mig, ég þarf náttúrulega að breyta aðeins röddinni og hvað, ég þarf að þykjast vera bara eitthvað sérfræðingur. Já, þú ert bara að ringja og þú ert bara að kaupa bretti. Já, kaupa bretti og hvernig bretti er þetta? Þegar ég veit að hann veit ekki neitt þetta bretti. Hann veit ekki neitt, hann er bara að reyna að losa við þetta því hann hefur ekkert að gera. Herðu, þá ég ætla að lækka með þínu svo hann heyrir nú ekki þér. Maður sem, ringi mér sín í jörun. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég er að ringja hérna út af göngubrettinu. Já, akkurat. Já, sá það hérna inn á Brask og Bralli. Já, það er tilsvæmsagt bretti. Já. Hvernig típa er þetta ef ég má spyrja? Þetta er keypt í húsasmiðinni. Ok. Og eins og ég segi, hefur ekkert verið notað, það hefur bara verið bara bál og þegar okkur. Já, er þetta Aspan Movable típan, eða veistu það? Aspan Movable. Aspan Movable. Aspan Movable. Já. Nei, ég kannast ekki við það. Nei. En veistu hvernig gúmmi er á þessu? Er þetta longgúmmi eða? Þetta er gúmmi, ég er einhverjum innbyggð gúmmi eitthvað í þessu, en þetta er ekkert... Nei, ég er að tala gúmmi sem þú hleypur á, er það lón eða? Lón? Er það longgúmmi eða hvernig gúmmi er á brettinu? Þetta er bara svona gúmmi sem að snýst hringið þegar hún hleypur á því. Já, en þú veist ekki hvernig gúmmi er á þessu? Nei. Nei.
En veistu, hvað er maxið í 13.5 halla? Í 13.5 halla max. Það eina sem ég veit að það sko hámarkshallin 15 gráður. Já, það er nú á flestum brettum. Já, og 16 kilometra hraði. Já, en veistu ekki hvað maxið er í 13 halla? Sem er göngu eins og þurfum að lappa á fjöll og annað. Ég hef svo sé bara eitthvað rátt nála 15 halla, þess ég hef ekki bara svona 11-12 eða svona. Já, það er svona lítið. Já, það er ekki meira. Nei. Er þetta lítið notað eða? Ekki eiginlega ekkert notað. Það er svona freka búin að vera hlut í þessu. Það var ekki nokkuð sinnum á þetta. Já, það er að ringa það. Mér er svo skrítið myndin af því. Já. Maður sér það svo illa, þetta er eiginlega bara svona eitthvað rautt band hérna. Ég fannst eiginlega að takka þetta flottast, það mynda bara að takka hana. Já, þú ætlar ekki að setja betri myndir af sinni eða? Ég veit það ekki. Við erum ekki, þess að ég segi, við erum ekki svo desperat að selja þetta, sko. Nei, þú vilt ekki selja? Ekki treka, sko. Nei. Já. Þannig að þú ert ekkert að lækka þetta? Já, sko, það getur farið fyrir 100 óskar. Já, en þú myndir ekkert lækka þar? Nei, ekkert meira, sko. Ég ætla að bjóða 75. Já, nei, ég svo við myndum bara halda því fyrir það, en spurningi hvort þú vil ekki bara koma og fá kaffe og kíkja á það? Jú, eru þið við alveg núna eftir hádegi eða? Við erum að fara í smá bíltúr eftir hádegi, en við verðum komin aftur svona 6:00, en þú slær bara á þráðin ef þú ætlar að kíkja og hvernig þú kemur. Já, ég gera, en það er ekkert eitthvað óviðandi hérna á brettinu? Á brettinu? Já. Það er ekkert verið að eiga sér einhver óviðandi hlutir? Nei, þetta er snyrtilegt. Þetta er alveg hreint og fínt og það er ekki engin svitna eins og á brettið. Nei, ég er að segja að maður er frétt svona að fólk er að gera skrifna hluti á brettunum og eitthvað, mann er ekki að vera að kaupa eitthvað svo leiðis viðbið. Nei, við erum ekkert til í því. Nei, þú er ekkert verið að fróa þér á brettinu eða eitthvað svo leiðis. Nei, ég segi, maður veit ekkert hvað gerist í þessu COVID. Nei. Er það grínast í manni? Þetta er að stelja brettið. Þeir eru ljótu líka því. Þú og því að var svo illa við að gefa upp heimilisókið. Já, ég ætlaði ekki að fara að gefa neitt upp nákvæmlega hvernig verður þetta. Svo mamma bakka, það er ekki að grínir. Gengur ekki að selja brettið? Brettið? Nei, það ringdi nú einnig gæðir. Nú, já, Steindi sagði mér þetta gengi ekki, það var svo ljót myndin og Brask og Bræð. Já, hún er helviti skrítin. Ég skil ekki að smekka okkur í myndunum, mér finnst þú svo góður. Það var svo léleg. Þú er að sína brettið, þegar þú bara með myndað einhverju spotta og nokkru tökkum. Ég hitti bara gúmi, það er ekkert aðrið að sjá hann að takka hana. En hefði ég byrðið 75 í það? Já, ég hafna því. Ég hafna því. Herru, sorry með það. Við heyrjumst. Bye. Nú farðu varlega með þessar hriðverkamenn, það leynast ástæðar. Herðu, þetta var, sínjórinn, hann er ekkert besti sölubari inni. Nei, hann er nefnilega alveg hrikalegu sölubari. Og það er bara, maður sér það bara með myndinni sem hann notaði við að reyna að selja þetta og hann er bara... Líka sko, maður heyrði bara strax í byrjun að það fór svolítið í töðunum, maður vissi ekkert brettið. Hann veit ekki það. Hann veit ekki neitt það. Hann veit ekkert hvað hann er að selja. Hann veit bara, hann keypti þetta náttúrulega bara sjálfur á okkur 100 skall á sínu tíma, okkur mega tilbúði, notaði þetta aldrei. Þetta var ekki. Þetta var, Steindi senior að selja að hlaupa bretti. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Það er bara hann. Frelsi er yndislegt, ný dönsk. Það er föstudagurinn 1. maí og já, við erum mættir í vinnu drenginir. Við erum í beinni útsendingu hérna frá Keiluhöllinni og verðum það til 6 eins og alla aðra föstudaga. Ég ætla að benda líka völu vingurum minn á sem er í stúdíónu að ég er atvinnulegs í dag, hann ætla að spila Summer Burr, ég er nokkar krónur á Gilsa til dæmi sko. Steindi er líka búin að gráðbyggja Jammy kvöld. Hann er ekki höfum það sem síðasta lag. Steindi er ekki atvinnulegs í COVID, hann er með alla vinnur. Jammy kvöld hljóma mjög vel. Já,
Það er bóttið jam í kvöld. Já, ég 1. maí og 1. Hversu gott lag er jam í kvöld? Helviti gott Það er lag. ekkert eðlilega gott lag. Mér finnst það miklu betur en mér allavega. Já, bara það að spila hverju þetta. En það er komið að dagskrálið King of Jesus. Það er King of Jesus. Við steindi forðumst, eða kannski forðumst ekki, við hræðumst. Við hræðumst þetta svolítið. Já. Ég var einmitt hérna, sko, en þetta er ágætt, sko, við náttúrulega Ég heldur þetta með King of Summer. Ég myndi ekki vilja tapa þessu. Nei, ekki heldur. Ég var að lesa merkilega greinirna með áður að því við varum að fara í keppnina. En það eru einungis 50% landsmanna í þjóðkirkjunu. Helviti eru margir búin að láta sig Það er hverfa. annarkur Íslendingur er í þjóðkirkjunu en hinn ekki. Þetta er erfiður slagur fyrir okkur sem Það er trúum. alltaf ykkur svarti sauðir. Já, menn flýja. Þannig að hérna, en málega þetta er mjög einfalt, þetta er King of Jesus. Já. Og hérna, hver er meiri Jesúmaður? Er það Steinþór? Já. Eða Blondell? Og byrjum þetta bara, sko, ég er með 10 spurningar, ég var með 20. Það var því líkt vesen að kött þetta. Já, við erum ekki að fara í 20 Jesúspurningar, ekki að föstudegi, sko. Og við ætlum að starta þessu. Hefurðu farið í vatnaskó? Já, byrja á Jesú hann náttúrulega á allt. Póttur á Blondell. Áttu Jesú vatnaskó? Það er helviti gríti á honum. Já, ég minna, þú veist, Ég er að tala um að ég fór ekki eitthvað í KFM eitthvað dæmi, ég hef bara komið í. Fórst ekki, eins og ég var repeatedly, þú veist, bara í Jesú ferð í vatnaskó. Já, nei. Það sem verið að biðja og Nei, og maður ekki verið, ég hef bara komið í vatnaskó. Síðan er sungið og Ég hef komið í æðislegar vatnaskó samkomur. líka. Ha? Ég hef komið í vatnaskó en ég fór aldrei á Jesú námskeiði, sko. Var þetta Jesú námskeið sem var í gangi? Jesú svona sumar Þú varst á borði dvala einhver á borði og varst með umsjónamann og ég heiti Guðmundur Karl sem var umsjónamaður minn sem er prestur í dag, toppmaður og frábær tími. Þið fóruð ekki Nei, ég fór ekki en hafið farið í vatnaskó. Já. Fólk getið fóðið punkt. Ok, takk. Þetta er Jay-Z stöð. Já, takk fyrir það. Gaman. Jesú vann sem smiður frá 12 ára aldri þá til að var 30. Þess maður geta Gilsi var eins og smiður, blikksmiður. Nei, pappin er blikksmiður, þú er aldrei verið blikksmiður sjálfur. Þú var blikksmiður heilt sumar. Að rétta pappaðinu kaffibólla gerir það ekki að blikksmiður. Ég var 3 mánuðis í blikksmiður. Ok. Og ég var í góðu blikksmiður. Nei, vann ég sem blikksmiður? Rétt. Spurningin er, hefur þú unnið sem smiður? Ég hef unnið hjá IAVF í 2 ár og var málari í 5 ár. Svaraði spurningun, hefur unnið sem smiður? Ójá. Það er punktur á steinda, 2-1 Blondell, þú þarf punkt þarna sko. Hvernig getur hann verið komin yfir mig í Jay-Z? Já, þetta er ekki verið að vera Blondell. Það þyrfti blindan mann til að ráða mig sem smið. Já, þannig að ég hef aldrei unnið sem smiður. Ég kom heimstundum úr bara þegar þú varst að búið til jólagefna sjálfur í smíðagenslu í skóla. Þú veist lagur í því? Bara viðbjöður. Mamma minn og pabbi gátt ekki haft þetta bara uppi. Veitu hvað stafn? Ég gæti ekki eins og gert svona til að hafa pítsuna á. Sem átti bara að vera hringur. Það er eitthvað að koma yfir mig þetta. Ég er að öðlast trú. Nei, það er rosalegt. Við nefnum ekki svona condescending við Jay-Z fólki sko. Það er bara, ég ángríns, ég fann það núna. Nú trúi ég bara mjög innilega að það hafi einhver maður skapað heiminn á 60 og fengið sér síkó á þessum 7. Ég er að trúa. Ætlar að halda áfram að bögga trúa á hlustendur okkar? Nei, það er alls ekki. Ég er að finna þetta, kom yfir. Hefurðu sett á þig óglögglerugun og sagt ok Jesus, let's do this? Nei, það hef ég ekki gert. Nei. Ég vann ekki sem aðvörður. Ég get ekki heldur. Ákveður varstu með ógleð á þessum tíma? Hvað fegstu það? Var þetta ekki bara eitthvað tískugleru? En hvað áttur ógleð? Nei, talandu það, ég átti ekkert ógleðgleru. Hvar kom það? Hvað er að tala um að vera með ógleð? En er aldrei settu á þú? Varstu með sólgleðu þú varst að vinna sem baðurinn núna? Ég er ekki að fýblast núna. Nei, ég er bara að vinna inni. En þið varst að vinna í sundlu og það er gott veður. Ógleðu það ekki. Þannig þú varst aldrei með einhver ógleðgleru? Nei, ok, 2-1. Sagður þið úr þjóðkirkjunni? Nei. Já, ég gæti að hafa gert það í ykkur rugli. Já, gæti að hafa gert það. 2-2. Þetta er ekki, já, þetta er mjög spennandi. Já. Nún er ofátt ein af dauðasundunum 7. Hefur þú borðað yfir þig? Sko, ég hef getið mig í remsögn. Hvernig hvað segir dómarinn? Ég hef ekki borðað það til í sofna. En ég hef náttúrulega, það var allir borðað yfir sig.
og veist, hvað meinar með borðið yfir sín? Þetta er dauðasind, sko. Já, málið það Ég bjóð ekki þess syndi til, sko. Alltaf því ég fyrir bíó þá er það þannig að ég fæ mér nachos og Smarties. Ég skammast mér þetta fyrir Smarties en ég er svona kvistla, ætla líka að fá Smarties. Og ástuði í remsverð. Og svo fæ ég mér það og svo í hlýði þá fæ ég mér ís og ég hef aldrei náð að vaka bíómynd. Og nachos? Ég næ ekki að vaka bíómynd. Ég hef ekki náð að vaka heila bíómynd í bíó. Ég hef lappað út af Pizza Hut sem var bara þar sem að muni ekki eftir Pizza Hut þar sem að Hiltoni núna Já, ég vann þar. Það var pizzagómur þar, sko. Ég hef lappað þaðan út eftir svona hlaðborð, all you can eat hlaðborð við leiðin sem ég að sofa hjá einhverjum sem ég átti ekki að sofa hjá. Ég hef aldrei verið á miklum bömmur til að lappa út á einhverjum stað. Þannig að já, ég hef getið mig. Sko, það er 3-3. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Nú veit ég ekki hvernig þetta. Þannig að hefur verið graður í Kringlunni? Nei. Graður í Kringlunni? Hvernig tengist það trónni? Það er satt núna. En hvernig tengist það trónni? Nei, bara, veist, þetta er rosalega einfæld spurning. Logi Bergmann lendir ekki þessu getur betur. Fólk er að spurja. Ég er að spája því þetta er, þú ert að tala er þetta ekki King of svaraði mannum Daniel? Já, þetta er bara einfæld spurning, já eða nei. Graður í Kringlunni? Ég get ekki sagt nei því kannski punktur á Steinþór. Það er 4-3. Kannski ef ég að labba með konunni og einhvern veginn svona vita að því að ég var að fara. Manstu ekki eftir síðasta þætti? Þú varst kannski að labba með konunni, sko. Er þetta ég fattaði það ekki. Þú varst bara graður í Kringlunni. Já, ég fattaði það ekki. Ok, heyrðu, við verðum að útskýra þetta eins fyrir hlustendur sem kannski hlusta ekki síðan það. Konan var ekkert með það. Nei, hún var ekki það. Við var ekki bara að kynnast henni. Og það var einhver að bera bóðskapinn. Já. Og dreifa flyers. Já. Fyrir Jesú. Já, og hún var hugguleg stelpa og ég. Þú var skráður þegar? Nei, ég fór og talaði við hana og hérna. Eltir hana? Ég eld hana ekki, það er hræðilegt. Nú, eltir hana ekki einhvað hús á hvernig? Já, þú veist, hún bara sagði mér að já, þú getur bara komið hérna í heimsókn í kaffi og ég tók vinn minn með mig, Dóra, Dina. Og það var aðalegt, við lendum á bara messu. En það var allt öðru sér, það var sko eitthvað líknafélag. Það var eitthvað gamalt maður að lesa úr sko bleikri biblíu og það voru tjöldaninni og þetta var mjög skrið. Ég ætla að endur taka spurninguna, hefur verið graður í Kringlunni? Já. Punktur 4-3. Hefur þið setið á flöskuborði, hort á lagergóminn í röðin á barnum og hugsað You don't understand how much I love you, Jesus. Það er mörgum slæmum Þessi var ógíslega. Nei, þetta er nei. Og það er mjög þreytt að það er að fara í röðun á barnum. Já, fárlega þreytt. Og það er mjög næst að setja á borði. Það væri eitthvað að okkur ef að þetta hefði komið upp einhvern tíman. Það ég ætla að búna til nei hjá Steinda. Þetta er þetta nei. Það er ekkert hugsað rétt. Nei, ég hef aldrei verið á djamminu. Ég hef aldrei þakka Jesú fyrir flöskuborð. Við getum bara orðað þannig. Hvenær hafið þakkað Jesú eitthvað fyrir eitthvað sérstakt? Já, bara erfitt flug eða eitthvað? Já, bara barnið mitt Hefur verið í Kringlunni séð gælu sem elskar Jesú og þú svo eldan að vel graður út allan bæ? Nei, ekki okkur Steinda að fara að vinna þetta. Já, því að ég er hérna, hvað mennur þú? Hvað heitir keppnin? King of JC? Já, ég er bara, hann er kóngurinn. Já, ef þú veist, eldan út allan bæ, það ég var ekki að því, þú veist, skilur þú, ég sá hann náttúrulega og ég er mjög ungur. Hvað var skotin í smá stund Hvað sagður áttur daginn? Steindi trúur og Jesú þegar hann er graður, eða? Já, við erum svona þegar þetta honum? Já, þegar við stenda, ég trú á hann í dag, já. Ok, en þú eldir þessi gælu? Já, hann mætti segja það. Hvað finnst þér að fyndi? Ég er að skýta af þessu. Er ég að fara að vera King of JC? Nei, þetta er ekki búið. Varstu einu sinni að vinna sem baðvörður í Sundlaug? Ég get ekki fengið stig. Ég get fengið stig. Já, ég er að skýta af þessu. Ég er bara mjög spenntur að heyra restina. Þú vildi ekki reyna að Steindi er King of Jesus? Nei, hann veit það ekki, þetta er bara fair. Ég er bara eðlileg keppni. Já. Og þú veist, hefur unnið sem baðvörður og hvað? Í Sundlaug, sátt gælu og sást gælu, já. Og hvað, þú ert með að klára spurninguna? Þetta er að horfa á mig og þá fer ég að hlæja. Ég myndi bara sleppa ég að spyrja að þú getur ekki eins og klára. Þú varst að vinna stöðum baðvörður í Sundlaug, sást gælu og hugsaðir Dear Jesus, hjálpaði mér að rífa niður mig og sprengja það í dag. Þetta var ógæslegt. Þetta var ógæslegt. Egil, ég held að þú verður bara að fá þér smá kaffi hérna. Hvað eru margar spurningar eftir? Þetta er ekki hægt, sko. Bara mér að fara að liða illa og þetta á að vera King of Jesus. Já, ég, nei
sko, þegar þú ert vantarlega að vitna í mómenti þegar ég sá konuna mína í fyrst skipti. En ég minnir að ég hef nú ekki beðið til Guðs, sko. Hvað er mikið eftir þessu? Það er 5-3. Það mætti segja það, mér finnst ég eftir að var hálfa punkt. Og það er 1 eftir, þetta er Ég er búin að tapa King of Jay-Z, hvað er síðast það? Ótrúlega, sko. Já, þú voru að herða þau úti. Hefur þú farið á Jesú samkomu því þú varst graður? Það er stiga á steinda maður. Er það? Býtu, hvað, okkur er þetta eitthvað grettutegn? Nú, hvað, eldur ekki píu allan Jó, bæ hérna grettu patta? Já, en ég er að spá í líknarfélag, kannski voru þetta mormónar, sko. Ég veit ekki hvað það var. Nei, þetta var Nei, Jay-Z. betur, þú fórst á Jesú samkomu, það ekki? Jó, svona, í heimahúsi. Út af einni ástæðu. Í heimahúsi. Já, við fengum, sko, við fengum. Það var ekki margar Nei, svo ástæður. fengum við. Það er nú ekki að greiða að setja á auðlýsingar. Við skuldum auðlýsingar. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég við erum í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni FM 95 Blu á þessum, já sko, loksins komið mæ á þessum fína föstudag, 1. mæ. Það er að koma sunshine núna. Já, hún er svo guðlega hún er fann að láta sjá sig. Vanalega værum við í fríi en við erum vinnualkar í dag. Já, þetta er, ég veit, fólk er að spyrja hvort það séum ruglaðir. Við vorum á föstudaginn langa, við erum 1. mæ. Við neitum að taka frí. Það verður auðvelt að senda Richard Rikki, við erum í frí í dag. Já. En bara Fólk er að senda skilaboð bara að við ættum að passa okkur, sko. Já. Bara að sofa vel í nótt og keyra okkur alls ekki út. Það er ekki hægt að vera í frí í COVID-ógeðinu. Sen er Cocksucking Joe með light á kran. Það er reyndar- elska að fá Zero Carb Beer, sko. Já, og Keiluhöllin opnar, já, á mánudaginn, þá er nú og geta 50 manns farið í Keilu og það er allt upp á 10 þegar það kemur að því, sko. Já. Það er bara að vera fínt að út COVID-sýktur að sleppa því að mæta og setja veiruna á kúlu og dreifinu. Eru margir sýktir í dag? Er þetta ekki að... Nei, er ekki að deyja út? Já, það var einn í dag, sko, en hann var ekki sóttkví, þannig að sá gæi að hún er búin að vera sleik út allan bæ, gætu verið í apaskít. Já, við bara vonum að það hef ekki verið. Það er erfitt að vera í sleikun út allan bæ þegar það er allir heima á sér. Þannig að en við ætlum að fara í sturlaða staðreyndir. Við ætlum að róa þetta aðeins, fá eitt svona alvöru virtan dagskrárlið. Keiri það niður? Já, keiri það niður. Það er eitt besti dagskrárliðurinn. Það er virtasti. Er virtasti, það er rétt. Er þið tilbúinir, drengir? Já. Ég spyr, eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Fyrsta spurning. Nei, fyrsta staðrind. Hugmyndin að Just Do It hjá Nike fættist á Death Row eða á segir mér ekki bara döðadildinni. Eftir að tala bara þegar einhver var á leiðin í stólinn, þá bara hey, just do it. Já. Og fangavörðurinn var bara hey. Nei, Þetta er það var frasi. einhver í, sko, þetta er eins ógeðslega hljómar. Já, þetta sé Það má settingin. fólk horfa á, já. Og var eitthvað frá Nike, eitthvað marketing genius, eitthvað Jóki G.G. Svo hörðu, that's a hell of a tagline. Já, allavega, einhver sem að kom með þetta frá því að hafa séð. Já, þannig að þar fæðist Just Do It. Já. Það er einhver sem að Á Death Row. Já, Þannig að líklega hefur einhver hérna hjá Nike verið að horfa á mann í rafmagnstól. já, eða bara á leiðinni í sprautuna. Já, bara Just Do It. Já. Þeir eru röglega, hvernig er þetta? Ég var að hugsa Hvernig er þetta komið hjá Ekki Nike? bara 20-30 ára gamalt brand eða? 23, nein, þetta er miklu eldra maður. Aha. Svo er næsta, já, þetta er reyndar rosalegt. Þó að þú væri búin að þéna 25 milljónir íslenska króna á hverjum degi, þannig að fær 25 milljónir á dag frá því að Jesú fættist. Já. Hvað er það, 2020 ár? Það var Jay-Z fættist. Já. Það er Jay-Z. Þá ættur þú samt minni pening en Jeff Bezos. Hann líka kongurinn, sko. Það er rosalegt. Já, 25 milljónir á dag í, hvað, Hann er 2020 ár. Hann á fyrir Stendur á þessu. Hann á fyrir einu kvöldun. Já, Það er fín hugmynd, hann byrja með þetta Amazon. Heldur betur. Svo er næsta G-bletturinn eða The G-spot. Hann stendur fyrir Grafenberg, sem er þýskur kvensjúkdómalæknir sem að rannsakaði kynhvöt kvenna á sínum tíma. Já, hann hefur fundið geblettin. Sá gæi. Væntanlega. Þú þekkir þetta ekki. Ég meina við erum með geblett. Eru strákar? Strákar eru með geblett. Aha. Er það ekki? Hvað er hann? Ég held að við séum með hann í raskatinu. Nei, Ég held það, já. Varstu búin að vera í því eitthvað? Nei, ég veit nú alltaf að googla. Ég að Ertu að opna það eitthvað? Ertu að vinna með það eitthvað? Geblettur karla. Það er bara komið hérna upp. Geblettur karla. Eru karla með geblett? Já, það eru. Er það með þann? Já. Það syns mér, ég er að opna þetta. En þá veistu allavega að G-bletturinn stendur fyrir Grafenberg. Ég ætla ekki að fara eitthvað svona meir út í þetta, sko. Nei, Þú það er með rosalegt. þetta? En byrju, erum við með P-blett? En byrju, það er eitthvað F-blettur líka hérna. Það er hellingur af blettum. Næsta, aðeins 5% af heiminum býr í Bandaríkjunum. En Bandaríkjamenn neyta 37% af kókaininu sem er í umferð í heiminum. Það er rosalegt. Af þessu 37% er 90% af því er í Miami. Já, og LA. Já, og New York. Já,
Er ekki mest af þessi Miami? Það er ekki mikið af þessu New York líklega Atlantic City þeir eru aðalega með krakk. Það er engin efna á kókaini sem eru hérna í New York og allir og ég Manstu ekki þegar Wall Street Manstu ekki Matthew McConaughey og Jordan Belfort þetta eitthvað vel að ég og alltaf og hrista sig alla daga allir svona höndla vinnudaginn. Ég held að það sé alveg vitamál með Wall Street sko. Það er rosalegt að þurfa að taka fjall af ég og ég fara svona baðherbyggja, hrista sig bara til að höndla daginn, bara til að geta tekið 8 to 4 sko. Þá er ég og ekki eins og hérna áfengi því að ég er mjög erfitt með það þegar ég er fullu sko. Með ég og það? Nei, að hrista þig. Svo er næsta, þú breytir röddinni þegar þú talaði fólk sem út skotin í. Breytir röddinni? Já. Segjum að vera að tala við mig. Svo segjum að þið gurri væri ekki saman. Hvað sagður? Nei, það er ekki að tala og fara á heliðum. Hvað segir þú? Bara röddinni þið breytist þegar þú tala við þegar þú trefin af. Já. Hættu sem trúðalag. Við vorum bara að spá í hvort þetta væri, þú veist. Hvað sagður? Bara svona að tala þetta er svona, nei hæ, eða eitthvað svona. Það er bara hæ. Hvað segir þú? Svo er það næsta, það er hotlar að drekka sér hlandið heldur en góstriki. Já, það eru náttúrulega margir að því, er ekki indverðartir margir að því? Hverjir, nei, það er Ég veit ekki neitt sem er að drekka sér hlandið sko. I call bullshit, það reyndar sigur ekki hotlast í heimi en hvað er í þess pissi? Það er bara eitthvað sem er það getur samt ekki verið það óholt að vera að drekka piss. Steindi, þegar þú ert Ertu að fara að segja núna að þú láta mig á mig einhver stað? Nei, alls ekki. Þið farið alltaf beint í það? Nei, ég veit þú ert ekki ekki. Já, marga vinir sem eru pissufetti sko. Þú hefur rætt oft hér, það er bara mjög skrítið. En hefur þegar þú ert svona fara á þessa síðuðinnar, hefur endað á Vissu voru að segja þetta, graður. Nei, hefur Svo allar að segja, hef ég lagst í bað? Nei, hefur endað á síðu þar sem að þetta komið út í þetta? Endað á síðu? Já, og sér Escalates þegar þú byrjar á þessum síðu Ekki meira bara eitthvað klippast í þvælist inn á milli? Já, þannig að þú hefur séð svona. Hef ég séð svona? Á netinu. Já, ég séð svona. Hefur þú séð svona? Ég veit ég ekki. Svo næsta George Clooney þessi og hefur komið áður, ég viðurkenni það. Hún bara kom aftur núna og mér finnst hún svo geggjuð, það er mörg ár síðan ég lagði þetta. George Clooney gaf 14 nánustu vinir sínum $1 million og borgaði skattin af því, en það var með einu skiliði, annarkvort myndu allir samþykja eða enginn fengi, og það var einn vinur hann sem ætlaði að neita milljóninni og fekk pressu frá hinum 13. Já, en sko þannig að þetta enda þannig að þið fengu allir. Sko fyrir hann að gefa $14 million er bara sem fyrir því að gefa 14.000. Já, þannig meðan 500M. Já. Þú veist, þetta skiptir einhver máli. Nei. En ég bara sko, það var eitt sem ætlaði að neita. Ég fór að hugsa í gær þegar ég var heima með mér að semja þetta. Ég hefði orðið geðbilaður. Já. Ef ætti að gefa mig $1 million svo var eitt sem væri bara svona nei, herru, ég get ekki tekið Þetta hefur kannski verið besti vinnur hans sem hefur fyndist bara viðbjóður að taka við pening frá besta vinni En málega er að hérna sko, ég held að þetta hafi verið fyrir meira segja, þetta er gamalt dæmi Ég held að þetta hafi verið fyrir hérna tequila versmiðu dæmi allt Hann var ekkert metinn þá á svona mikið sko Já, hann er náttúrulega verið Á Clooney, já, ég meina þessi Hollywoodleikar eru oft með all lóðrétt sko Þannig að það er oft ekki nóg Hvað er þetta laun fyrir eina bíómynd hjá honum? Ég meina hann á meira cash en Já, nei, það er 20 milljónir fyrir bíómynd 20 milljónir fyrir bíómynd Herru, svo er að síðasta Penis Captivis er þegar að píkan tekur of fast limin á þér og hann festist og það er ekki ekkert að draga hann úr og þetta er Þegar fólk að stilla úr á bylgjunum Þetta er ekki algengt en þetta gerist og heitir Penis Captivis og nú spyr ég Það kemur eins og eitthvað svona innsók Þegar hlustundur afsökunar á sem síðast Ekki stilla á bylgjuna, það er ekkert í gangi þar Nú spyr ég, hvað er við svo að kjafta þér? Annarkur hlustandi okkar er líklega kallmaður og hann þorir ekki að senda kynli á þér Annarkver, nei, þetta er ekki algengt Nei, það er ekki En samt, ef þú átt að vera með hann fastan einhver staðar Fjandinn af það Þú vilt að bara fasta hann í hælu Nú spyr ég, hvað af þessi kjafta þér? Þú er að reyna hratt yfir Hugmyndina Just Do It fættist á Death Row Það er búið 25 miljónir íslenska króna á dag frá því ég svo fættist þá orstu samt ekki mikið pening og Jeff Bezos G-betturinn stendur fyrir Greifenberg það er einhver þýsku kvensjúkdómalæknir 5% af heiminum býr í Bandaríkjunum með 37% af kókaini er neytt þar Þú breytir röddinu þegar þú tala við fólk sem út skotir í það er hotlar að drekka hlandu og það er en góðstrykk George Clooney gaf 14 nánustu vinnu sinni $1 og Penis Captivis þegar að píkan Sko Egill, nú erum við saman í liði Þú byrjar að svara, Steindi Þið eru ekki saman í liði? Ekki Þið eru í keppni Ok, mér langar að segja hlandið
En ég ætla að segja með peningin hjá Amazon kongnum að þú væri með 25 dagar frá því að Jay-Z fættist. Ok, hvað segir þú? Ég segi hlandið og... Það er rétt sér Agli, Egill vann þetta. Thank you, Jesus. Ég bjóð það til. En spáði þið, þó sett búin að þjena 25 miljónur á dag síðan að Jesú fættist, þá áttu ekki að mikið pening og ekki það, ég held að sé ekkert holta eða svona mikið. Það gengur vel hjá hann, með Amazon. Vala, hvað áttu að handa okkur? Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Þið erum að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957 og við erum konið í klefa, við erum ekki beinni núna. Við erum hérna tilbúnir í, sko, þetta er eitthvað sem að við gerðum oft í gamla dag í FM 95 Blu og þetta er keppni. Einmitt. Og þessi keppni gengur út á að láta skella á sig eins hratt og hægt er. Já, þetta hljómar rosalega einfalt en þetta er það ekki. Þú mátt ekki segja í símtalinu skellt á mig. Nei, þú mátt það ekki. Nei, þú mátt ekki biðja um að láta skella á þig. Nei. Og það er skeiðklukka. Já. Og þetta, það eru eiginlega engar reglur. En hvað er maður að vinna þá með? Maður er basically að vinna með Google Piss og Pump. Já, við höfum alltaf haft reglun, þú mátt vera með eitthvað svona silly, en þú mátt ekki vera eitthvað ógeðslað útdónalegur. Nei, þú mátt ekki vera ógeðslegur. En maður, náttúrulega, þú veist, ég vil láta skella á mig sér fyrst. Þannig að maður þarf náttúrulega, maður getur ekkert verið almennlegur. Nei, þetta er, vilt þú ekki bara byrja? Jú, þetta er bara svolítið, er þetta ekki bara gamli góði plásturinn, fínt að rífa þetta af? Já, það er alltaf vont að eiga eftir, ég hef kannski átt að byrja sjálfur, en, herru, ég ætla að vinna með nafni Siggi í dag. Ok, ég er klár. Ég ringi bara eitthvað á já.is og þessi maður heitir Sigurður. Ertu tilbúin? Klár. Halló? Já, góðan daginn, þetta Siggi? Ná, byrja aðeins. Þarna fóru dýrmæta sekundur. Koma svo Siggi. Koma svo Siggi. Er þetta Siggi Tittlingur? Aha. Siggi Tittlingur? Já. Þessa Siggi hérna á móti. Herru, hvað er þetta skít í þig? Hvað er þetta að gera? Ég? Já. Ég er bara klára að borða. Já, ok, já. Hvernig veist þið best að skýta eftir matinn? Já, það er best að gera það bara sem fyrst. Hvað segir þau? Já, hvað ertu bara að hrista þarna núna? Hvað er þetta að gera? Hvers ætlaði að hringja? Siggi, er þetta ekki Siggi Tittlingur? Siggi? Nei, já, ég heiti Sigurður, jú. Alltaf kúkandi og skítandi og hristandi sig einhvers staðar? Það er ekki hann. Nó, ok, þá er það að hringja eitthvað vittusturugla. Siggi skítur, ha? Siggi? Ég hættir að þú íta villin að taka. Já, ég er pottið íta villin að taka. Ég er 100% að tala villin sem Sigga. Já, alveg klárlega. Já, Siggi kúkakall. Siggi kúkur. Nákvæmlega, þú hefur verið að hringja í hann. Já, herru, ég er að hringja vitlaust, sko. Ég er að hringja vitlaust. Já. Já. Það er klárt mál. Já, það er alveg pottið. Yes. Já. Allt í finna. Já, kúkakall, já. Já. Það er bara Þetta var ógeðslega óþægilegt maður. Hversu res var hann bara? Hann var geggjaður. Hann var geggjaður. Herru, þú ert að hringja eitthvað vitlaust. Alveg pottið, skellt á. Þú máttir hans ekki að segja skellt á. Ég veit það, en ég sagði það 100 sinni. Ég er að hringja vitlaust. Ég veit, fannst mér hann fyndinn maður. Já. Hann var svo hreskall. Hvað tók þetta langa tíma? Þetta var 1:21. 1:21? Nei. Já. Og er það með því að þeirra konan svara og tengta hann yfir? Þú varst óöppin með það. Þú ert eftir að rústa mig, sko. Nei, ég hef ekki bara láta þitt Nei, gleymtu því. Þetta er viðbjóður, þetta er hræðilegt. Sko þitt var svo fyndið. Mér leit bara eins og ég væri á leikskóla að gera þetta. Þú verður að gera þetta. Þitt var bara svo ógeðslega fyndið, maður. Jæja, það er ok. Ég hef ekki gert þetta svo lengi. Ég og Pétur gerðum það oft, sko. Halló? Siggi skítur. Já. Slættunni Palli Prumpina, hvað er það að gera? Skíti ekki þig, hvað er það að gera? Hvað móðulegtu móður, þetta prófa þér? Já. Það er ekki? Jú. Æ, hvað segir skíturinn, hvernig ertu? Ég er bara góður. Það ekki? Alltaf brattur? Já. Hvað ertu að gera? Ég er hérna í búðinni núna. Þegiðu, hvað ertu að gera? Þegiðu, hvað ertu að gera? Ertu í búðinni? Ertu í búðinni? Já. Hvað ertu að gera í búðinni þarna, villisingurinn? Við hvernig er ég að tala? Æja, Siggi, hvað ertu að gera í búðinni? Segðu mér það. Hvað ertu að gera? Kaupa mjölk. Kaupa, þegiðu, hvað ertu? Það kaupa mjölk í búðinni. Það ertu alltaf rugglaður, helvítið skíthausinn, maður.
Hvernig mjólk þetta það er? Hvíta. Þú lættu ruglaður hann að brumbuhausinn maður. Ha? Þú slakar aldrei á? Nei. Nei, þetta er alveg rosalegur. Við hvernig er ég að tala? Þú ætti að tala við vitlaus mann, það er nokkuð ljóst. Já, ég er alveg greinilega. Já, þetta er ekki réttu Siggi sem ég hringdi í. Nei. Nei. Já, í hvað Sigga? Bara þannig, ég ætla að ringi Sigga Prump. Já, ég er ekki hans sko. Nei, nákvæmlega, það er nokkuð ljóst. Þá heyristu bara. Já, það ekki? Já. Þessu blessaður. Blessaður. Gjöfum, tók þetta langa tíma. Tími, hvað var það? 1:40. Hvað er málið með Sigga þessa lands? Þeir eru hressir Siggarnir. Já, þeir hressir, þeir hanga á línunni. Þetta er vitlaus Siggi. Já, einmitt. Eins og þeir fyndið að hlusta á þig. Djöfull var óþægilt að taka þetta sem Ég var að grenja úr hlátri. Mér finnst þetta svo fyndið. Þetta er eiginlega uppáhalds dagskráliðinu mínu. Við gætum þurft að taka hann aftur í næstu viku. Þetta var, láttu skell á þig og Steindi Junior er sigurveri dagsins til hamingju með það. Takk fyrir. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. FM 95 Blu í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni og það er ekkert ástæðulausu því að eins og flesti vita á mánudaginn þá, svona breytist það eins, það megða bara 50 manns á hverjum stað. Þá opnar Jói hérna bara hurðina út að gátt. Nei, það er ekki alveg þannig sko. Það er svona semi, 200 manns, það er slatti. Þau opna, verður sem sagt, það eru 3 hurðar opnar og það getur verið 50 manns hér, 50 manns, þannig að geta verið 200 manns hérna í Keiluhöllinni. Það verður við ekki að mæta og taka Keilu. Jú, bara. En ekkert að opna gimmin, þannig ég verð áfram atvinnulaus. Já, spáðu samt hvað er geggja bara, fyrir fólk bara helgar og geta farið með krakkan allavega í Keilu. Og það er passað mikið upp á hreinlæti og það er fylsta öryggis er gætt að sjálfsögðu hér í Keiluhöllinni. Jói bara sjálfur tekur á móti fólki og hrækir í lóan á þeim og bara ég meina að sé Jói með spritbrúsum alltaf. Það er allt í spritið. Og ef þið eru ekki búin að ákveða hvað ætla að borða í kvöld, ég veit að Keiluhöllin er að sponsa þáttun okkar, en þessi pizzaðan sem ég var að éta, mér finnst bestu pizzur á Íslandi shaken pizza. Það eru mjög góður. Og þetta er ekki bara því þið eru að sponsa okkur. Þetta er ógeðslega gott maður. Já, þetta er geggja sko. Þannig þið getið sótt, þið fáið 3 pizzur og verðið tveggja þið sækið og svo getið þið sótt 1 pizza og fengið næstu á 1000 kall. Þessar og Black Box, þeir eru að vinna pizzaleikin. Það er bara staðan. En herru, hvað eru að fara í? Var það ekki How Do You Do Fellow Kids? Við erum að fara í How Do You Do Fellow Kids. Það sem Steindi sýnir okkur hvað við erum allir gamlir, allir 3. Því að hann færið allt sent. Það er ekki hugmyndum þetta. Ég er að það aðeins yngra en því. Við vorum að rósa pizzanniðinum. Já, geggjað. Sjáðu hvað, hann er flottur. Hann er búin að on air, já. Hann er ekki saman hári. Nei. Er þið on air? Já, það er hugsaður, sé Joe. Já, lítið vel út. Ripp-rapp og fokkaður. Það styrkja sveppa. Vil ég fá lag og henda okkur í Fellow Kids á eftir? Nei, bara við erum á leiðin í Fellow Kids. Jú, ætlaði að henda okkur hérna núna. Já. Herru, þá heimta ég að fá trailer. Hann er svo langt. Nei, ég heimta vala að þú ert að hlusta. Endilega hendur trailer til má. Nei. Jesus, not cool. Þetta er bara, þú ert búin að vera rakka niður Egil þegar þú of langa í Ég ætla að taka. Nei, hann er það í gangi, hann er að undir. Hann er undir. Já. En af hverju fær Steindi trailera? Ég og 6 trailera, ég fæði aldrei. Við erum búin að spila þá svona 300 sinum. Steindi nýkomið þennan og hann er alltof langur og leðilegur, þannig að hann verður ekki spilaður oft. Það er búið að spila trailera hérna í mörg ár. Já. Mér finnst að ég megi spila hann allavega tvisvar. En það er komið að How Do You Do Fellow Kids. Við glemdum þessu síðasta fyrsta. Já, við komumst ekki hann, það var bara ómikið að gera og það er alveg svakalegt og ég ætla að biðja Völu að henda á betta. Við erum þarna, heyrði, það er komin sér betti fyrir How Do You Do Fellow Kids. Þetta er old school lag. Já, en það eru við risaðlur. Já, en ættur ekki að vera með eitthvað svona aðeins. Já, sko, málega er að við erum bara að læra. Þannig að bettin verður The Fellow Kids sem er að hlusta veit ekki hvað lag þetta er sko. Nei, en málega er að bettin verður alltaf nýtískulegri með hverju þætti. Herru, eru þið klárir? Þetta eru 5 spurningar og ég er mjög spenntur og strákar, nú er ég að segja ykkur að ég hef aldrei fengið jafn mikið sent á ævi minni og eftir þessi dagskrálegu byrjaði. Þannig að það eru kids að úti sem eru spennt að heyra hvernig, hvort þið þekkið frasan sem við erum að nota. Fyrsti frasi. Er ég ekki alltaf búin að vinna því þessu? Þú ert svolítið risaðalanir í hópin. Ég er bara frekar slagur í. Þú ert gamli kallinn svona. Þú ert líka elstur á okkur.
þú Þú ert í ert það, Fari. Þú Ég ert bara algjör í það viðurkenna það, ég meina, Já. ég er bara lélugur í svo Þú leik ert ekki að skammast þín fyrir Þú það ert heitasti DJ landsins, þú ættir nú að þekka þetta andskotinn. Rosalegu þjálfari, þú ert uppáhaldsþjálfari minn, Egil. Thanks. Heyriði, drengir, þannig að reglan, af því að við erum núna í keiluhöllinni, þá erum við ekki með rétt og rangt svar í... Nei, þú segir okkur bara hvað Ég sé rétt segi eða rangt. ykkur, þannig að þið bara grípið fram í þegar þið vitið svarið. Já. Fyrsta spurning, hvað þýðir að jogga saggið? Að jogga saggið. Jogga saggið? Saggið, hvað þýðir að? Byrju, ég ætla að jogga saggið. Þú ætti að segja... Ekki, Ég veit ekkert hvað ég að segja. Ég er ekki svona með hugum. Ég get gefið ykkur líka vísbendingu. Vil ég vísbendingu? Þið sjáuð hóp af kids, fellow kids, labba framhjá og þið segið, hey, wow, eru að taka eftir því hvað eru að jogga saggið þetta og tveir hana? Þeir eru að jogga saggið Það er að reykja. Reykja? Já. Síkó? Já. Það er ekki rétt. Nei. Hvað segir Egill? Þegar þú horfir að hópa krökkum og segja, hei, ég er að sjá, það eru tveir hann að jogga saggið. Já, ég ætla að minna á Þetta er bara, það. þetta hljómar svo japanska, sko. Það er svo Ekki 50 vera að gefa mér Nei, vísbendingar. það eru 50.000 úlingar hlæjandi heima þessu núna. Nei, ég held að úlingar, mér líður stundum eins og þetta búið þetta til. Veit Egill ekki hvað jogga saggið þýðir? Það hugsa þannig. Það eru tveir hann Já. sem eru í joggingaláður að púla ekkert eðlilega vel. Þetta var þetta gott svar. Þú veist að ég væri til að gefa allir hálfan. Nei. Ég ætla að gefa þér hálfan. Þetta er hálfur. Nei. Sko, Hvað er rétt svar? Hálfan búið. sögnin að jogga saggið, það þýðir einfallega að vera með buksurnar á hælunum, eins og nútíma úlingar að gera Hefur þetta. ekkert með joggingala að gera. Jú, Því Egill miður, sagði- Egill. Flott svar. Egill sagði, þeir eru joggingala og eru meðan frekar Ég var með fatateint koncept. Já, það var eina sem var með. Þetta er hálfur og Egill. Það verður að vera. Jú, það verður að vera. Yes. Þetta var bara vel gert. Ok, þannig að ég er bara þurft að segja föt. Ég fengi hálfstig. Yes, svona, þú hefði fengið eitt þriði allavega. Herru, já, nú er það önnur spurning og þetta finnst mér vera bara hvor ekkar er á undan að henda upp hendinni maður. Nú er þetta létt. Mér finnst þessi létt. Komið tíma inn að þannig. Hvað þýðir að vera Gucci? Gucci er good shit. Good shit, það er hárið eftir blöndan, það er good shit. Ég hef heist þetta. Já. Að vera Gucci, Já. er það að vera good shit. Já. Djöfull er þetta Gucci. Þetta er að vinna með hana. Það er basically eitthvað að vera, herru, ef þú að taka 5 í kvöld og taka hérna flösku, já, Gucci. Ég ætla ekki að byrja að vinna með hana jogga sagga konceptu. Nei, Ég ætla að byrja að vinna með Gucci er gott, sko. Þú veit að vinnur við Gucci. Hvernig er þetta Gilsi? Gucci? Þetta Þetta er geggjaði frasa. Ég mun nota hann núna repeatedly. að sjálfsögðu maður, krakka þér að nota þetta. Prófum þetta. Egil, hvernig ertu núna? Já, ég er Gucci. Það er ekki bara stattur upp Það fer honum vel, frasin fer honum vel. Þú ert Herru, fellow kid. þá er það þriðji frasi og ég fekk það mikið sentstrákar. Ég valdi. Það er 1-1. Það er 1-1. Nei, það er 1,5. Ó, já. 1,5, já. hann fekk bara Já, ég er já, yfir. þú ert yfir. Gleyma Ég tók þennan inn eiginlega bara fyrir þig Egill. Ok. Ég tók þennan inn fyrir þig og af því að ég fekk mikið sent og hann er vafasamur. Fuck it, við erum Ok. hérna að fá okkur og svo. Já, já. Hvað þýðir frasin RB og Jóð? RB og Jóð. Ha? RB og Jóð. RB og Þið muni eftir gamla Já, frasanum. ríða búið. RBB var Jejó. Nei. RBB var einu sinni í gamla þetta. Já. Það var ríðabúið bless. Ríðabúið bless. En- RB og Ríða búið Jésu. Þetta var bara drullu gott gísk. Ríðabúið og Jésu. Ég veit Mig ekki. langar að gefa þér hálfan. Hvað er Af hverju klukkan að á segja- það? Bjórin er að fara og Já, hrætt ég í meina- mér. Langar að gefa þér hálfan fyrir þetta. Sko, er ríða? Herðu, hættu Ég Og ég ætla að segja að fólk stillur á bylgju. Hefur einhver spurt Loga Bergmann hvað eitthvað stendur fyrir þetta? En við þurfum ekki að pæla í unga fólkina því að það er með að það er notafrasa. Svaraði bara Egil. Ég segi ríðabúið og Jejó. Nei, það er Ussulon eða ekki. Rétt svarstrákar er bragðarefur, rúntur og japl. Guð minn góð. RB og Jóð er bragðarefur, Rúntur, bræðarefur og jafn. Já, rúntur. Guð minn, þú ert svo gaman þú aðstæðanlegu sjálfur. Þú ert með þetta fyrir framaði og getur ekki svaraði. Strákar, Ok. það þýðir rúntur, bragðarefur og japl. Rúntur, Já, bragðarefur já, og já. já. Það er enda geggjaður rúntur. Hvaða snillinga fundu på þessu? Þetta fekk ég frá nokkur með þessu. Ég get staðfest að ég verð færtur núna í byrjun júli og ég hef aldrei fengið RB. Þetta er eina sem þú gerir á króknum. Nei, það var ekki ísbúð á króknum. Já, þú varst á hérna rauða Hyundai Coupe. kúpnum Já. og þú varst alltaf jafnað alltaf. Nei,
Ég held að myndi gerast þegar ég keypti hann. Nei, ég skal alveg viðurkenna það. Ég held að myndi gerast þegar ég keypti hann. Það var bara ekki það sem gerðist. Þetta góð, þú veist er þetta auði? Já, blessaður, ertu til í Erbi og Jóði í kvöld? Einn mesti skellu sem ég fengi var þegar ég var á rauða Hyundai-kúpnum og ég fannst ég svo svalur á hann og svo var allir að tala að lita út eins og nota dömubindi og ég var svona, hvað meinið þið? Bara geggjaði sportbíl. Já, það var skellu sko. En hvernig stendir þú þekkir þess að krakka með? Hvort er jafnlið post þetta pre af bræðaröðin? Sko, ég myndi þú ferð á rúndin, ferð á kaupibræðaröðin og svo endar þetta í jafnliðinu sko. Jafnlið síðast. Já, jafnlið síðast. Herru, grætu bara hvað áttu næst. Ég fæ þetta sent Blöndal, ég vissi þetta ekki heldur. Akkurat. Herru, þá er það 4. og þessi er helvíti skemmtilegur. Þess vegna tók ég hann inn. Hvað þýðir frasinn hjá The Youngbloods að vera gilsaður? Wow. Að vera gilsaður? Að vera gilsaður. Ég ætla að segja, það er eitthvað hræðilegt að segja. Ég ætla að segja massaður. Að vera massaður. Massaður, það er þetta mjög gott gísk. Hann er massaður, en það er ekki rétt. Þú reyndar ofta verið massaður. Ekki það, ég ætla ekki að eðliggja fyrir daginn. Nei, ég var 98 kíló eins og ég er 88 í dag. 10 farin. 10k. Já. Það lítur vel út samt. Ég vil samt frekar hafa þið svona. Ekki það við sem Conor og Truno hérna bara í beinni útsendingu. Veist ekki að það var 98 kíló? Nei, ég var samt pyrraðar að ná ekki 100 kíló. Þegar það var 2 kíló frá því. Já, rugglaður í skapinu. Ég er ekki bara að vera gilsaður. Er ekki bara að vera svona, ég er tiltölulega bara sáttu við sig einhvernig. Bara ánað með sig. Vera sáttu við sig? Sáttu við sig. Rétt svar, að vera ánað með sig. Sáttu við sig, þetta er rétt svar. Vera ánað með sig. Herðu, það er það. Sendur hún svarið? Nei, herðu. Ok, ég kom með dömurinn í lít. Nei, það er 1,5. Basically þetta var það, herru, heldur þetta flottu jakki hjá þér út, vel gleittur út, útitekinn, já, veistu hvað? Ég er bara gilsaður með þetta. Ég er ánægður að sko með frasi með mig hjá The Youngbloods og það er svona jákvæður uppbyggiluð frasi. Basically þannig, ef einhver er gilsaður, þá er hann bara sáttu með sig. Síðasta spurning, hún er A og B spurning. 5. spurning er A og B og það er stigi bóði fyrir hérna bæði. Hvað þýðir frasin að sækja brauð? Að fá pening, að sækja pening. Það er hár rétt hjá þetta blöð. Þetta er bara, þetta er ekki young kid. Nei, að get the bread. Pappi, nennir að horfa Frozen 2? Nei, kallið minn, ég er að fara að sækja brauði. Sækja brauði í kvöld. Ég var á ekki breyk í spilablöð, hann er góð. En býtu, hvað er það staðan? Það vinnum alltaf þessu. Þú er 2 rétt eða ekki? Já, hann 1. Ég er með 2,5 og hann með 1,5. Ég er alltaf að fara að tapa. Ok, nei, þú getur jafnað, það er 1 stig viðbót. Það getur jafnað. Verið snöggið drengir mínir, hvað þýðir, þetta er aukaspurning, hvað þýðir að rista brauðið? Þið viti hvað þýðir að sækja það? Það er að eyða pening. Það er árétt hjá þetta blöð. Það er rétt, það er að eyða pening. Hvað er þetta að gera í kvöld? Ég er að fara að rista brauð. Ég er að fara að Ég hef aldrei heilt það, ég bara setti saman 2 og 2 að þið hittir að sækja brauð. Þú ætla ég að hrósa með The Youngbloods á hreinu. Ég ætla að hrósa nú The Youngbloods. Mér frasandi svo með dag, skemmtileg. Já, af því að Gils er að vera góður á því. Ég er til þess mjög Gucci núna og ég er að fara að rista brauðið vel í kvöld. Sé að Joe er að fara að hann er að fara að græða og Gils. Hann er að fara að rista brauðið. Jói, við ætlum að rista brauðið til Kjelluvöllin í kvöld. Hvað er opið lengi til 11? 9? Opið til 9. Ég ætla að rista brauðið til 9. Já, svo ætla að vera rista. Jói er að fara að sækja. Sjáðu eitthvað, sé Joe Gilsaður eitthvað. Það er gaman að þessu. Herru, Gucci, hendum á lag. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Þetta er alvöru stuðningsmannalag hjá, það er Víkingur sem spila þetta lag þegar þeir skora. Ég var nú að hrósa Keflvíkingum daginn þegar það eru læti með Valdimar. Yfirgefinn kemur þar og ég held að ég fari rétt með að Buddy Jeffu er mikill stuðningsmaður Víkings í fótbolta og þeir spila þetta. Sama hér. Geggja lag. Þetta er fyrsta íþróttafélag sem ég æfði fyrir fótbolta. Þetta er þú ekki afturhaldinga? Ég byrjaði í Víking, fór svo í Fylki og svo afturhaldingu. Sko ef ég flyt ekki þá gæti nú Teddy byrjað að æfa með Víking. Svo reynum við nú að koma honum í val. Þú ert í, já auðvitað, þú byrjið í bústaðakverðinu. Já. Auðvitað ert þú, en þú sjálfur, ætlar ekki að færa þig yfir? Nei, ég verð alltaf valsari. Aha. Já. Ertu gamall valsari eða frekar nýr valsari? Gamall, þetta byrjaði bara út af pappa. Ég var valsari áður, ég var Tindastólsmaður sko. Því ég fæðist á Sauðárkróki, flyt þaðan 2 ára og svo er ég bara að fara á valsleiki þangað. Ég flyt aftur á Sauðárkrók svo 11 ára. En er þetta ekki alltaf þannig? Heldur maður ekki með því félagi sem pappi manns eins og til dæmis ég grjótharður Newcastle maður? Já, því að pappin hann náttúrulega fór á einhverja gleðikonu þetta í Newcastle sem þetta var að sjóu þegar ekki. Þannig byrjaði það rugl. Sem er ekki ólíklegt, en ég er að tala um að afi fyrir þetta hann hefur aldrei verið á sjó. Nei, og hann hefði aldrei farað til Newcastle. En afi minn, hann var allt hitt var rétt sko. Afi minn er hann var svo einfaldur í þessu. Hann var bara hann hélt með KR og svo hélt hann með Newcastle. Já, því það var svart og hvít. Ég er bleiki nummer 1.
Nei, þú mætir samt aldrei á leiki. En það átt að pappa ekki latur? Akkur er þetta bleiki, hvaðan kom það? Þegar hann byrja í Það er Kópavogi. búin að bliki frá 30 ára og ég písi shit Ólst upp í Kópavogi? Já, hvað ertu? Ég veit ekkert maður, þú hefði Það ekki alls bara retarded. rauvarhöfn og Ég verið var í- sískinabarn á þessu Fyrst var ég í Þverbrekku, svo fór ég í Fögrubrekku, svo fór ég í Kórakverfi, ég bara að vera bara, sem verði þar, ég Þú drefst ert þar. bara í Kópavogi. Þú vorum ekki að beða um æfisöguna Ég vil drefast í Kórakverfi. Ég er búin að fara út allt. Já, þú ert líka... Ég er búin að búa á Selfossi, ég er búin að búa í En hvað varstu Breiðholtinu. graðastur? Hvort var það í Sveten eða Króknum eða í bænum? Alltaf Ég er krók graðastur á Króknum, Já. ég ætla að byrja að uppgöta hluti þar. Nei, í dag, þú þeldi græður í dag Já, þá er ég graður í Fossvoðinu. Það hjálpa fólki. Ég pyrrar að þekki ekki, sko... Ég pyrrar að ekki þekkt horniblu á Króknum. Þegar það voru ekki félagar, sko. Nei, ég var samt ekkert eitthvað, ég var bara úlingur. Horni blöð, það voru náttúrulega allir jafn graður og ég heldur bara. Mér finnst það stund Sem voru á sama aldri. Svessi og Húgimenn og Kös voru ekki að græður og þú. Já. Ég er tilbúin að fullir það. Já, ég er alveg pottitur að Þeir eru hugsun Það var allir að leita einhverju klámspúlum upp í skápi á fóröldurinn sinni. En þeir eru hugsun þig og Kös og Svessa og Huga og svona Voruð þið ekki óvenju thirsty hérna? Nei, við vorum, þú veist Thirsty þá meina ég náttúrulega horny Nei, bara nördar. Thirsty, Ég bara fyrir það- Við vorum bara alltaf í íþróttum og ég var að spila ADHD og ég var ekki svona a cool kid að reykja og drekka, sko. Eins og Digital Kös, hann er að fellow nerd í dag. Ég er að fara að spila með honum. Við erum að fara að livestreama kl. 10 í kvöld, Call of Duty Warzone, gerum það alla fyrsta. Fucking nerd á Króknum. Nei, ég var svona a jock. Varst þú sem sagði nördunum að Óbjörn Raskat á sér það? Nei, samt ekki, því ég var ekki þar heldur. Nei. Ég veit ekki hvað ég... Gaman að verða the jock, sko. Segði nú nördunum að Óbjörn Já, Raskat á sér? svið okkur er bara, það er allir bara nördar og jockar, sko. Pínu þannig, já. Hvernig var Manswest þegar það var krakki? A nerd eða? Romantískur? Hann er ennþá rómatískur. Já, það er ekki breyst. Vitið þið hvað ég hlakka til? Ég er að fara að hitta Svessa á eftir í fyrsta sinn sinna var pappi. Djöfull hlakka til maður. Sétt Jó Ég er að fara að faðma. fyrir okkur í kvöld hérna Keilu og Pílu. Já. Já, Það verður veistla. Við verðum mótnir skrautlegir á Instagraminu eftir örgla. það er svolítið hannig. Heyrðu strákar, það er eitt dagskrálegur eftir í dag Ha? og það er mynduru fyrir Cass. Er þið klárir í það? Já. Það er ekki bara henda okkur í Ég er það? aðturlaus, ég segi já við öllu. Er það málið? Já, ég er málið. Er aðurleysi að það er bara að sækja aðeins alveg Fyrst núna? skiptu æfin er ég unemployed. Þannig að já, ég segi já við öllu. Já, þú ert í stuði, þú tress. Hversu graðu varst þú í Mosó sem úlengur, Steindi? Ég var nefnilega frekar græður sko. Ógeðslur, já. Ekki Herru, ógæstur. byrjum með það. Nei, það var ekkert eitthvað mikið að gera hjá mér. Ég er með mjög þunna svarta bók sko. Herðu, það var að Og fyrsta spurning, mynduðu stunda kynlíf í sokkunum næstu 2 ár fyrir 500.000 kall eins og Rikki G gerir fyrir frítt Já. aukalega mánuði? Já, Málið er ég- aukalega á mánuði. Ég myndi gera það fyrir 500 skall punktur. Nei, því að þú veist, núna eru þið báðir, reyndar Sko, Egill ef er ekki þetta væri- akkurat núna fór laun en yfirleitt eru þið báðir launamenn Sko, þú sagði 500 skall aukalega á mánuði Já. í 2 ár. Já, Ég myndi gera það fyrir 500 skall Já. næstu 2 ár. Það- Ekki aukalega á mánuði. það, Já. en kona Þessi heimskasta spurning sem Nei, er komið í kona þessu er lið. litið pirrast yfir En veistu Nei, hvað það er drullu saman. ósexy Þú veist, að vera í hvítu sokkunum og á baki. Það er hræðilegt. Skiptir. Það er hræðilegt. Fyrir halva milljón. Þú veist, það er alltaf læg út bara buksunar og Kaupir hælunum og í rottandi eldhúsi. þetta, það er öllum saman. Ef þú ert kannski búin að rífa niður þig og buksunar og hælunum og ert í sokkunum, skilur, ert eitthvað skrítnum stað eins og í eldhúsi eða... Ef ég var á lausu, þá verður svarið nei. Það verður samt alltaf já fyrir auka 500 skall á mánuði. En ég myndi gera þetta fyrir 500 skall punktur í 2 ár. Komin upp í rúm. Já, hverjum er ekki Ferður öllu Já, nema nema sokkunum. Já, myndi að bögga ef að kona þín var í sokkanum? Ég er ekki vissum. Nei, skiptir engu máli. Það myndi svo sem Ef ekki þú ert í sambandi, þá skiptir þetta engu Sérstaklega máli. getur svona dansar og sokkar sem á yfir hnén, minnst það mér flott. Já, ég skal fara í þá fyrir Ég myndi samt segja við konuna svona Ástín, allar ekki það að hoppa úr sokkunum? Nei, þú er svo gráður fara að ríða. Nei, glaður þú að fara að ríða. Þetta er drullu samvíkur Skiptir þið engum máli? Nei, Herru, já, þannig að rétt, Egill tekur þess ekki Sko, og þú tókstu. ef þetta væri dýll ertu að segja að þú myndir ekki eitthvað halva milljón á mánuði í 2 ár? Hættu þessi kjafta Sko, þetta er 2 ár, eftir það má ég fara á sokkunum. Já, það, Þetta er 2 ára skellur, fokkitt, sænaði minn. Ég skal stunda kynlið það sem eftir er ævi minnar í sokkunum Já. fyrir milljón. En Já, ég verð Við getum hent, þú veist að passaðu hvað þú segir, við getum hent í söfnun. Ég er unemployed í mánuði. Kannski bjórun að tala, en ég myndi að hugsa það. Já, herru, Ég er atvinnulaus í mánuði búið, þannig að gott eða eitthvað spurningu væri svona já, sko, að því að ég er með 2 with a twist, ég er með hversu mikið þið myndu borga fyrir að sleppa við þetta. Já, þú vinnur svolítið með hann. Já, það er svolítið skemmtilegt. Hversu mikið verður til að borga báðir fyrir að sleppa við það að vera í vesti daglega? Úff.
Næstu 3 árin. Hvernig vesti? Egil, hættu að segja mestu séu það og Ég unnur var að ekki. segja, ég var að horfa á To Catch a Predator. Já, ég veit og sagði það. Ég meina hvort Var Steindi í nákvæmlega eins vesti og er í þeim þáttum? Ég man eftir gæja og ég sverða að vesti var Já, nákvæm. Ég held að það bara verið vesti. Já, en allavega hvað myndir þú þá borga mikið fyrir að vera ekki eins vest og ég á heima hjá mig sem ég nota sjálfur for free, af því minnst það flott. Hvað myndir þú borga mikið fyrir það? Því líka halvviti maður. Það er skellu fyrir að heyra þetta, Steindi. Þetta er engin skellu fyrir mig. Já, menn sé í sömu vestum í How to Catch a Predator. Já, það var ekki, heldur að vera eins vest og ég. Heldur að ég sé eini maður á Íslandi sem er vesti. Nei, hann sagði að vesti þitt Ég hef átt vesti í mörg Það væri ár. það mjög þreytt að fara í vesti og sem kemur Chris Hansen með þáttinn To Catch a Predator og þú komið beina útsettingu. Spurningin er ekki þannig. Þú ert ekki að fara helviti þreytt sko. Já, Egil, þú ert ekki að fara. Þetta var ljúga því að ég er nú bara að gera heimildarmyndir. Hlusta á spurninguna. Þú ert ekki að fara að lenda í Það er því. ekkert vesen á mér enná sko. Ég er bara að gera könnun. Já, ég er Hvað bara ert þú að gera? Ég er að gera könnun. Ég er bara í vestuna, Steinda. Það er alltaf fyrsta. Ég lána, ég er ekki að gera neitt annað sko. Chris Það er Hansen alltaf á mig, fyrsta hann pet er- og svarið. Hvað ert þú að gera hér? Ég er sjálfur að gera könnun. Herru, allavega svarið því strákar. Hvað Ég myndir- myndi bara ekki, borga fyrir að vera ekki alltaf í vesti? Já, þú veist, þú þurftir að vera í vesti daglega. Já. Þú veist hvernig vestin eru. Þú Já, sé mitt vesti, ógeðslega. Rikka vesti. Já. Ógeðslega, þetta er bara sem er selt í tískubúðum í Útskýrðu dag. fyrir mig spurninguna. Ég þarf að vera vesti. Já, ég er ekki að ná þessa spurningu. Vesti, strákar, hvað er að ykkur? Ok. Já. Venjulegt vesti, Já. alveg sem ég á. Já, En Það er ekki vennulegt vesti. Æ, þegi þig, það er ekki að vera með yfir í þessu. Það var í To Catch a Predator. Já, ok. Ég er að Já, ég er ekki að ljúga. Ok, hlusta. Sko, Ég er að Vennulegt vesti eða vesti sem þú varst í? Á segjum, ég get aldrei farið í vesti mitt aftur. Það er búið að skemma. Þeir eru bara að skemma fyrir mér áttið vesti. Ég held að ég segi þetta vesti á svo Var í Catch a 30. Predator. Ég kefti það 30. Veistu hvað þættir það eru? Ég veit ég, já, hann er búin að segja Með Chris Hansen. Já, en málega er að ég, út af Chris Hansen og þér, þá get ég ekki farið aftur í mitt vesti. En allavega, hvað myndir þið borga mikið fyrir að sleppa að vera í vesti að eigin fokkin vali? Já, bara einhverju vesti. Í 3 ár. Það er að vera í Já. Það þarf aldrei að fara í vest aftur. Það var- Nei, Egil, hvað er að gerast þetta? Ég skilur Egil, hlustaði þá. Ég er að skilja. Ok, Segð þetta 5 já, sinni. næstu 3 ári. Ok, ég þarf að vera í vesti. Þú átt að vera í hverjum vesti á hverjum degi í 3 Ok, ári. ok. Nema þú borgir. Já, hvað hvaða borgum upphæð- við fyrir að sleppa við það? Já. Hvað er að gera Helviti þetta? Það er mig, eins sko. gott að klukka sér 5 í 6 af því að við gætum ekki bara ráðið næstu bjórinn umkomu. aðeins fann að setja Ok, svona. ég þarf að taka það með reikningin að ég verð náttúrulega unemployed. Ég er fastur í þessu vesti. En sko, ég máli verið bara í Akkur heldur þú sért þá ekki með vinnu? En má ég vera bara í svona 66 gráða norðurvesti? Bara svona flott vesti? Já, auðvitað. Þá er ég góður. Akkur það Er aftur orðið það flott hvaða vesti vesti en er? við með ykkur önnu vesti. Af því að það eru alvöru vesti. Já, Það er ekki svona ekki. barnaningsvesti eins og Egill segir. Það Ég er hef bara aldrei svona- séð 66 vesti í To Catch a Predator. Nei, nákvæmlega. Nei, það er því að þeir, bara búðin er ekki það er ekki henni þá- búð ykkur staðar í Þá þessu borga þeir ég eru. lítið. Ég myndi bara taka á mig það vesti. Bara svona eitthvað alvöru flott Já. vesti. Þannig að þú myndir ekki borga neitt? Jó, 50 skall. Fyrir hvað? Og ef þetta Af því væri að ég held þú vitir ekki ennþá spurninguna. ef þetta 50 væri- skall fyrir að sleppa þér vesti. Ef þetta væri vesti sem þú varst í daginn, Já, voru það kýli rauða skúrið á meðan ég fór að klósta þá það? segir 12M. 12, þú myndir Já, ef borga. það er vesti eins og þú varst í, Ertu þá að segir segja- ég 12 líka. Eðlilegt vesti að borga. Er það að segja mér það strákar að vesti eins og ég á heima með mér sem ég er í oft gjarnan sjálf viljur af því að mér finnst það flott þið myndir borga 12 miljónir til að sleppa að fara í það. Það er Í 3 ár á rosalega hverjum degi. Nei, var að heyra fyrir Nei, mig. var það ekki á hverjum degi í 3 ár? Jú. Já, allt í lagi að koma í þessi flip í útvarpi og láta gera grínast þér en að vera í þessu hverjum degi, það er Já, ógæslega. veistu hvað, ég kom ekki í þessi flip í út af því, ég var bara í þessu þann dag og í fyrsta lagi 12 miljónir er rosalega, já, herri, þriðja spurning hún, Ekki hafa hann svona flókna. nei, en hún fjallar samt mig líka, mér finnst þess að sé bara búið að drölla nóg yfir. Það er að vinna í útvarpsbyrstinu Það sko. er ekkert smá að Hvað myndu þið borga mikið fyrir að vera ekki mín fytuprósenta í dag? Vá. Hvað maður sjá það, starta hans upp með það. 34, Lifta hans upp bólnum. Hvað er hann? 35. Er hann svo mikið? 35? Nei, ég held að Maður sjá það, ég er ekki 35. Ekki klippa Ég verð að finna Já, ekki klippa fast, ég veit hvað það er að klippa fast. Ekki klippa Sko, fast. allavega Gerðu venjulega, ái, þú ert að klippa. Hann er Hann er 30 harða fitu. Eins og Sveppi. Þú kemur verður úr klípun þá. Ég er, Þá verður mýgrið, þá kemur betur úr klípun. ég hef alltaf verið eins og selirnir, ég er með harða fytu. Ég myndi selja íbúðuna mín á
Sleppa Þú mútið selja íbúðuna hérna? Já, ok, hvað ætli hún sé sett á í dag? 100M, þetta er pentos íbúð. Hvað er þetta rugglaður? Nei, ok, ég var að grínast. Nei, hvað, borga fyrir að sleppa þér? Þú veist, þú getur sér bara komið þér í form. Já, ég vil ekki borga mikið. Í dag myndur þú vera ágætlega út. Það tæki mig sem getur verið bæðið dóðið frekar harðir í smá kötti. Það tæki ykkur 6 mánuð að koma okkur í álfurstand. Þannig að þetta er... Úr þessu, sem hann er núna. 6 mánuðir. 6 mánuðir. Hvað myndur þú segja væri? Gískaður rétti, ekki bulla. Það er 30-32. 30-32% fita. Þannig þú ert 1/3 fita, Steindi. Það er þetta ákveðin skellur fyrir mig að heyra. En þú myndir, þá erum við að tala um að þú yrðir núna kl. 6 á slæginu, eftir 3 mínútur yrðir þú 30% fita. En mér finnst svo auðvelt að taka 50% niður. Mér finnst það bara vera þetta auðvelt sem ég geri. En hvað myndir þú borga fyrir að sleppa það? Hvernig myndir þú gera þessi fyrst? Bara holt og... Er það aðalega matariði? Þarf ekki eins að gera því? Herru, við erum að svara sko. Ég er með völu, við skuldum auglýsingar áður og hverjum ættir hana. Bara Ég myndi alveg gaman að þessu. Já, ég set bara lítið á það. Já, hvað ætlaði að setja? Vala, förum í auglýsingar og svo komum við inn á hverju. Klukkan að vera 6. Herru, við skuldum auglýsingar. Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Það er búið að sinna auglýsingum og það er eiginlega bara komið að lokum. Klukkan er 1:06 og þetta er nú ekki fyrsta sinn sem að við gætum verið miklu lengur. Við erum í einhvern gýr síðustu svona. Er það ekki bara því að þetta er COVID og mann er leiðist og... Jú, svo tók að líka ykkur bara 3 korter að fatta spurningarna mína. Ég var ekki að ná henni. Sko páskaþátturinn sem var 3 tímar, ég held svona bara að það myndi líklega bara henda okkur best sko. Ekki stress og smell passa eitthvað. Já, men við verðum mættir næsta föstudag fullu bátur eins og alltaf þessa dagana. Það er helviti langt fyrir að vera ekki fullu bátur. Það er enginn að fara til útlanda. Við höfum ekki skítið helviti lengi fyrir Við erum líka búin að taka föstudag langa 1. maí. Við erum að taka þessa fríta, við erum stattir í Keiluhöllinni, við erum að senda þaðan út live og við ætlum að halda áfram að vera hér, við erum ekki farin eitt. Nei, við erum á leiðinni í Keilu og Pílu með C.Joe og fleiri, geggjuðu fólki. Getum við ekki litið á þetta sem einhvers konar COVID ásatíð, það er langt síðan við hittum fólk, en við erum náttúrulega grimmir á þessu, það eru bara, við ætlum að vera undir 20 manns og það eru 2 metrar á milli, þannig að við erum skynsamir í þessu líka. Og ástæðan fyrir við vorum í Keiluhöllinni í dag er að Rikki, þú ert dagskrárstjórinn en að taka silent á símaðinn. Ég sé að Rikki er farin að kæla á sér annað. Hvað er það? Amateur hour. Christian Bale var með hann útast þannig að þetta er brjálaður. Og Tom Cruise líka. Já, Tom Cruise myndir átt að vera. Þetta er bara ekki hægt. Nei. Mundu við vera með þátt það miklu vinnu alltaf ef að aðfokkadagur var í Friday. Við erum komin á það staðar. Við erum bara þar. Við bara bræðumst ekki hlustendum. Það er alveg sama hvernig hitt er allir bara djöfullir ruglaðir maður. Það er bara vinnið. Ég er alltaf bara allt fyrir fólki. Passið upp á svefnin, heyrið mikið, farið varlega með ykkur. Já, þetta er bara þannig. En við minnum á að Keiluhöllin opnar leiðilegt að geta ekki sagt svona alvöru formlega á mánudaginn, en það breytist nú, það mega vera 50 manns í Keiluhöllinni frá og með mánudaginn. May the fourth be with you. Spritt á hverju hotni þetta. Það er safe að mæta hérna með familjíunni Keilu. Ég er svo forvitið núna, Jói stökk eitthvað aðeins fram, hvað eru margir í Keilu cirka haldiði þegar á venjulegum degi? Já, þegar allt má. Ég get alveg örugglega að það er Það er 80 mann sem mætti vera. Já 85. Þá er þetta ekki eins og við sem alveg cash cow þessi Keiluhöll sko. Við náum 200 á mánudaginn í 4 hólfum. Já, það geta verið 200 manns í 4 hólfum í Keiluhöllinni hérna. Samkvæmt þessari nýju svæðaskipt. Það er geggjað. Það er rosa. Jó er að tala við okkur hérna núna, hann kom hlaupandi og hann er ekki eins og með mæk. Hann er geggjað, það er góð standi. Hann lítur út, ég ætla bara að skvíla hann aðeins. Hann lítur út eins og hann sé búin að vera að svinda svolítið á COVID-tímum. Hann er einhvern veginn, hann getur rakað sig sjálfur náttúrulega. Þú ert alltaf bara búin að sleppa því. Hann rakað sig, hann er vel rakaður. Minni mig á það, þetta er síðasti séns til að leggja inn. Ég hefði mátt snóða mig í dag. Ástæðan fyrir ekki búin að því að nú er á leiðinni í tökur á Júragarðinum og leikstjórinn vill nýta þetta sem er óþolandi. Leikstjórinn er bara að banna honum. Það er bara að banna honum, víst hann er komið með þetta. Það er bara að banna honum að raka sig í byrni. Það halda sér lengi viðbútt. En ég er með þetta út tökur, þá er þetta bara í loku jún. Því líka veistla. Það verður geggjað. Við leikum við minn. Það verður geggjað. Það er gaman að þessum. Herru, við erum að leiðin í Keilu. Ég hef ekki spilað Keilu síðan á COVID byrja. Djöfull hlakkaði til. Það er rosalegt. Herru, ég ætla að rétta minna hlustendur líka á eitt. Ég ætla að gleðja nörda þjóðarinnar. Ég verð live
klukkan 10 í kvöld að spila Warzone eins og alla aðra föstudag í þessu COVID helviti. Hérna í Keil og Jó, alveg þangað til, bara kortir í, þá bruna ég heim. Maður þarf að gleðja lúðana. Ef þið fá leið á því þá getið þið stilt á mig. Ég ætla að vera live á Instagram og spila Super Mario Bros. Þeir ekki fullur heim í nótt fyrir þá sem hafa gamla tölvuleikjum. Það myndi ég finnst svo skrítið að vera auglýsing bara, herðu, ég er að fara að spila tölvuleik en að horfa á mig. Já, málið það, þú enn og aftur ertu risaðalan í þessu. Ég veit það. Ég segi bara, how do you do, fellow kids? En fólki sem er að horfa á því spila tölvuleik, langa þeim ekki sjálfum að vera að spila tölvuleik? Nei, sko málega, þeir sem er að stilla inn, svona, ég myndi að segja 90% af þeim sem er að stilla inn á streymið eru spilarar. Það sem að þeir eru, ég næ því. Já, og þeir eru þá líklega bara að vilja, þú veist. En ef þið sjá þig í leik sem er eitthvað geggjaður, þú ert að spila Call of Duty, og hugsa þeir ekki bara, já shit, þetta er svo skemmtilega leikur, ég ætla sjálfur í hann. Ég held að séu rosalega margir sem er að horfa á í símanum og er að spila við hliðina á kantinum. En svo er líka, sko, helviti margir að því að við erum líka á Vísi. Þú getur fundið þetta á Vísi. Þannig að svo margir sem eru bara að detta inn í þetta. Ég hitti Gaurudaginn sem hefur aldrei spilað tölvuleiki áður. Hann var bara spenntur að sjá hvort við myndum ná sigri loksins og var einhvern veginn búin að investa sig í þessu. Ég ætla að fara að búa til mitt eigi svona streymi. Ég ætla að streyma mig og horfa á sjónvarpið. Ég ætla að streyma mig þegar ég er að míga og ekki sína neitt. Bara svona finna eitthvað svona koma með svona eitthvað nýtt og fæst. Ég er sammála, ég fíla það. Við höfum allir að vera að streyma alla dag. Það er svo eitt sem ég peppaði fyrir til að minnast á áður kveðjum að Hafþór Július The Mountain er að fara að reyna við á morgun 501 kíló í réttuleftu sem er alltaf bara þyngd sem er, þetta er bara, þú veist ótrúlegt ef hann næri þessu og ég er svo heimskur, er þetta ekki hálft tonn eða? Jú, þetta er hálft tonn. Pælið er að lyfta hálfu tonn og þetta er sýnt á beinni á ESPN út öll USA. ESPN áframseldi sýningaréttin, þannig að þetta gera áfyrir að hátti 2 miljard munu horfa á hann að rífa upp deadlift á morgun. Þess að fólk átti sá hversu stórt þetta er og þetta verður klukkan 4 á morgun. Ef hann næri þessu, er þetta þá heimsmet? Já, þetta er official heimsmet og hann er með álfur dómar á svæðinu og heimsmeti verður skráð. Er hann að gera þetta frá Íslandi? Þetta er bara, já, þetta er á Ísland. Ég er að spá í einu strákar, ef ég var alveg hreinskilinn, bara að því að við erum að tala hálft tonn, núna borðið sem við þetta borð sem er hérna fyrir framann okkur. Þú getur ekki lyfti. Nei, ég er að segja að þetta eru örugglega 50 kíló á borð, ég get ekki lyfti. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu.